Nú ætlum við að hlusta á 14 ára gamla sænska stúlku og ætla að segja okkur hvers konar ógeð við erum. Ógeð, sko. Og bara við erum að, þú veist, bara jörðina á örfáar eftir ef ekkert verið að gert og eitthvað svona. Og fólk bara, það sem var svo skrítið líka, allt batterið, allir stjórnmálamennir, allt fólkið sem átt að vera með, þú veist, kynseminn á hreinu og svona, bara lippaðist niður og tóku sér, sko. Og þú veist, þetta fyrir einhvern veginn að verða allt í einu staðan. Með þessi afbrot hælislenda, þá náttúrulega, ég held að þetta sé út af þessi ekkert sérstaklega útbreitt vandamál, en við fengum bara einn aðila sem náði einhvern veginn eins síns liðs nánast, sko, þessi Gúrani náungi, náði bara eins síns liðs einhvern veginn að breyta þessar umræðu, sko. Kollegiðin í hlaðvarpsbransanum Edda Falag var reglulega fengin upp á RÚV, sko, bara til að segja okkur hvað okkur þetta finnast einhver mál. Góðan daginn og velkomin í hlaðvarpið Ein pæling. Þessi þáttur eru boði Alvörubón, Ljárdalur.is, Bæjarins bestu pilsur, Polsen og Happy Hydrate. Nú ef þú ert að hlusta á þetta núna í opnu streymi, þá getur þú farið inn á pardus.is/einpæling til að fá þennan þátt á undan öðrum, samhliða því að fá hann án auglýsinga. En snúum okkur á þættunum, gjörið þið svo vel. Árni Helgason, enn og aftur, besti hlaðvarpsstjórnandi á landinu. Það er eins og. Ertu að tala um sjálfan þig núna? Nei, ég er að tala um þig. Mér finnst það reyndar. Mér varst Ismið var náttúrulega bara stór þáttur í umræðum á Íslandi, bara fyrir ekki svo löngu. Já, takk fyrir það. Þetta voru góð 10 ár sem við klukkuðum, sko. Já. Við erum svona átt okkur alltaf betur og betur á því. Við vorum kannski aðeins nokkrum árum á undan, sko. Já. Snemma í því í raun og veru. Já. Því að mér finnst þjóðin núna alveg sko graðkar í sig pólitísk podcast, sko. Já, þið lögðu grunninn. Við lögðum grunninn, já. Það er ekki bara. Við þykjum það. Við orðum það þannig. En gaman að koma til þín alltaf. Já, nei, mér finnst bara alltaf eins og segi, bara frábært að fá eins og ég sagði við síðast, sko. Ég var svo ánægður með þetta, þó svo að myndefni hafi ekki skilað sér, að þá var ég bara svo ánægður með upptökuna sjálfa, sko. Mér finnst við eiga góða samræðu, þó ég sé sjálfur frá, sko. Já. Það er líka mismunandi eftir viðmælendur, sko, hvort þeir nái besta úr sjálfumanni, sko. Já. Þetta er skemmtilegt. Við erum að setja væntingarnar hátt núna fyrir þáttinn. Þetta verður Byrja á skjallinu alveg. Já, herðu, stjórnmálin. Já. Þau eru að verða partí. Ég ætla að spila fyrir hlustendur stutt brot sem var eiginlega bara að gerast núna. Við erum að tala saman 15. maí. Já. Og það eru múin að vera svona vendingar í stjórnmálunum sem hafa sérstaklega með Ingu Sæland að gera. Já. Ég ætla að fá þitt álit á máli sem var að koma upp. Það var bara núna rétt áður en að byrjum að taka upp. Það var vísir að vinna frétt úr því að Sigríður á Andersen var að spyrja Ingu Sæland það að ráða í stjórn tryggingastofnunar, ef ég er að muna þetta rétt. Okay. Það sem að og hvernig hún svona hefur hagað sínum ráðningum. Já. Bæði HMS, þar sem hún braut jafnréttislög. Já, brautur svona mögulega, sá hún. Ef hún brýtur þau, þá lagar hún það. Já, nákvæmlega. Það var gott teik hjá Ingu, eins og oft. Já, en það var allt fólk úr flokki fólksins. Það átti ekki vera álitamál, sko, en það var aðalega jafnréttissjónarmið. Það er náttúrulega hæfiskilyrði hjá Ingu. Ef þú hefur verið í flokki fólksins, þá ertu hæfur. Og hún sem sagt, svarar Sigríður á Andersen eftir þessa fyrirspurn og ég ætla að spila þetta fyrir okkur. Hæstvirtur félags- og húsnæðismálaráðherra Inga Sæland svarar fyrirspurn seinna sinni. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni Sigríði á Andersen fyrir síðari fyrirspurn. Það er í rauninni með hreinum ólíkindum að akkúrat þessi hv. þingmaður Sigríður á Andersen, sem einn af fáum ráðherrum fyrrverandi ríkisstjórnar Íslands, hrökklaðist úr embætti og þurfti að segja af sér ráðherradómi vegna einstrengingslegra ákvarðanataka þvert á gildandi lög. Og það þurfti Mannréttindadómstól Evrópu til að hrekja hana úr embætti vegna þess að svo fast sat hún. Þannig að ég segi bara ekkert annað en það, hv. þingmaður, ég horfi í þín augu með vonum það að við í rauninni gerum okkar besta og séum í góðri trú að vinna að hag samfélagsins sem við vorum kjörna til að gera og ég óska nákvæmlega þess hins sama. Ég mun ganga hér fram að heiðarleika og einlægni í mínum störfum hér eftir sem hingað til, hvort heldur sem það er í stjórnarandstöðu sem ber pínulítið annan brag í störfum okkar heldur en þegar við sitjum í hæstvirtri ríkisstjórn. Er þetta ekki gjörsamur sokkur þannig í Siggu? Á Siggu Andersen? Já. Ég var alveg að hugsa, mér fannst þetta svona á köflum, þetta var svona eins og þegar Trump er að vera í ákvarðanir, sko, það er bestu ákvarðanir sem hafa verið teknar og
Þetta er ein best undirbúin ákvörðun sem hefur nokkuð tíðan verið undirbúin og þetta allt eitthvað svona. En hérna, já, hún náttúrulega, þetta ótrúlega magnað, sko, þessi hvað sem ég finnst eiginlega að vera að gerast, Þóran, ef við aðeins zoomum út og komið aðeins inn á þetta eftir. En sko, það náttúrulega svo dásamlega, sko, þetta er búið að gerast heldur hratt núna. Síðustu, hvað að segja, 5-6 mánuðir í pólitíkinni. Þetta er búið að vera rosa sprettur. Og það algjörlega nýtt svið að verða til, skilur, eða svona ný mynd einhvern veginn að verða, þú veist. Ég meina, við vorum bara síðast á haust, þá var hérna ennþá gamla ríkisstjórnin. Það ákveða að fara í kostningar. Það verður til ný ríkisstjórn. Og þú veist, hún fer á stað og við vorum með landsfund Sjálfstæðisflokksins. Mér svona, ef ég svona horfir yfir sviðið, síðustu svona 4-5-6 mánuði, þetta er búið að vera rosa sprettur. Mikið svona nýtt að gerast og ég held við síðan núna svona kannski aðeins að lenda með eitthvað ástand sem að verður síðan vantarlega öllu óbreyttu bara út þetta kjörtímabil og maður svona vitur nú ekki alveg hvað stjórnin þarf að lifa lengi en við verðum að gefa henni það, hún allir sér að lifa út allt kjörtímabilið. Og mér finnst eitt sem að mér finnst vera rosa merkilegur svona punktur strax þessi svona umpólun á því að svona það þessi hópur svolítið sem hefur verið til vinstri, segja svona kannski vinstri kantur í samfylkingu, fólk sem aðeins í Viðreisn, einhver leyti flokkur fólksins og svo framvegis og svona fleiri sem hafa undanfarin kannski áratug, ef að segja það, verið í svona hlutverki gagnrýnandans í þjóðfélaginu, sko. Og svona finnst með vinstri menn, sko, þeir eiga svolítið erfitt með að setja endal upp á sem mikinn flokkshatt, þannig að þú veist þegar þeir eru í þessu hlutverki eru þeir rannsóknarblaðamenn og aktivistar og þetta allt svona svona hátimbruðum formerkjum, sko. En og það var hörð stjórnarandstaða, náttúrulega mikið spurt og mikið þingið tekið í gíslingu oftar en einu sinni, oftar en tvisvar, þú veist, á öllum þessum tíma. Píratarnir náttúrulega mjög stórir þar. Og allt í góðu. Þetta var takturinn. Og nú einhvern veginn þessi skemmtilega svona umpólun að verða, sko. Þetta fólk einhvern veginn komið annarkot alveg nánast inn í ríkisstjórnina eða við þingflokkana eða inn í svona starfsliðið, sko. Og það einhvern veginn núna, það lítil þolinmæði fyrir spurningum. Það lítil þolinmæði fyrir því að fjölmiðlar sé að taka fyrir mál og velta þeim einhvern veginn fram og tilbaka. Það lítil þolinmæði fyrir stjórnarandstöðunni og þetta svona, mér finnst þetta svolítið skemmtilegu punktur að sjá hvað fólk sem var alveg með hnefann á lofti árum saman einhvern veginn búið að svona breyta hratt kúrs og þetta enga, þú veist, gott dæmi þetta og kannski flokkur fólksins náttúrulega einhvern veginn einhver leiti bara svona alveg case in point með þetta. Þú veist, þau hafa náttúrulega byggt sinn feril á því að vera mjög hávær, kjaftfor, svona láta menn dálítið heyra það, svona Tandur hrein og nokkri gúmóren og allt þetta, skilurðu. Og og svo náttúrulega hefur einhvern veginn hvert annað embættisverkið og ruglið einhvern veginn komið upp hjá þeim, sko. Þannig að þú veist, þetta orðið svona, þú veist, það verður svolítið fróðleg jafnvægislisti á þessari ríkisstjórn, sko, sem alltaf sér að vera alveg gríðarlega vönduð. Maður finnur það svona takturinn í þessu, þetta á alltaf að vera rosa svona, þetta einhver verkstjórn eins og þeir lýsa sér og þetta allt svona rosa faglegt og eitthvað svona og svo eru þeir með einhvern veginn innanborðs þennan flokk sem að svona náttúrulega bara, þú veist, eins og hann sko. Og svarar bara svona sem dæmi, þú veist, það bara hún ekki eins og svara spurningunni, sko, hún bara veður í okkar bestu Siggu Andersen. Hlaðvarpið í samstarfi við stöndu og mikilvæg fyrirtæki og eitt af því Polsen. Polsen.is til þess að skera hvað eina, hvort sem þú þarft að fara í bílrúðu skipti eða einfallega bílrúðu viðgerð, þá ferðu inn á Polsen.is. Ef það stjarna í framrúðunni þá bara bókaru tíma á heimasíðunni, ferð með hann og hann tilbúinn samdægurs. Ekki vera með stjörnu í bílrúðunni, Polsen.is, láttu græða rúðuna strax í dag. Já, þetta frekar svakalegt, það verður bara að segja alveg eins og það eins og þú segir, sko, þetta búið að vera svakalegu sprettur, sko, og þau náttúrulega tala tandur íslensku. Já. Svo er þetta líka, eins og núna, var Eyjólfur, okkar samgönguráðherra. Já. Sagði að Leifsstöð væri hvað sagði hann, nyrsta moska í heimi og eitthvað þannig. Já. Og þetta svo svolítið þvert á það sem þú ert búin að lýsa, sko, þetta svolítið þvert á það að vera með svolítið með hvað ég segja, með svona hófstilta nálgun, sko. Já. En þau alveg þannig, sko, ég meina, þú veist, Obba, eða Þorbjörg Sigríður, ég held að kalla hana Obbu, en hún, það kallar sig það, kallast það. Hún Þorbjörg Sigríður dómsmálaráðherra.
Hún búin að gera þetta rosa faglega og Kristrún Frostadóttir fer út og gerir þetta rosa snirtilega. Svo það eins og þú segir, sko, með Flokk fólksins, sko, þau eru svolítið til trafala. Já, en þetta líka, sko, svo þetta svolítið fróðlegt. Ríkisstjórnir hafa alltaf ákveðin glugga, held ég, hjá íslensku þjóðinni. Og það til alveg með þess að áhugaverð rannsókn sem þeir gerðu þannig í stjórnmálafræði til HÍ, það sem búið að rannsaka afstöðu kjósenda til ríkisstjórnar, sko, alveg 40 ára aftur í tíma. Og trendið alltaf það sama, að það myndun í ríkisstjórnar í Íslandi og þá svona, hún poppar upp í vinsældum. Og stuðningur, þegar hún mælir, sko, stuðningur við ríkisstjórn, hann fer alltaf upp á við og talsveit umfram fylgi þeirra flokka sem er á bakviðana í ákveðin tíma, einhverja mánuði, 1 ár, eitthvað svo leiðis. Og svo þróunin alltaf eins, allar ríkisstjórnir, að það niður á við. Það byrjar að dala, verður einhver leiði eða þú veist hvað þetta Íslendingar eru svona, þú veist, við erum gefum góð, þú veist, við viljum segjum gangið vel og óskuðu góðs gengi, sko, en við erum alveg fljót líka að skipta skoðun og mista þolinmæðina, sko. Og ég held að ríkisstjórnin sé alveg klárlega í þeim fasa núna og við einhvern veginn horfum á Ingu svara svona og við einhvern veginn hlæjum að þessu. Já, það búið að breyta allir stemmingunni, sko. Já, ég veit ekki alveg hversu sjálfbært þetta að koma og svara fyrir svona mál með þessum hætti. Það var frekar áhugavert, sko, í kryddsíldinni síðast. Þá sagði Sigmundur Davíð, hann benti svolítið á þetta, sko. Það var náttúrulega ríkisstjórnin bara ný samansett. Já. Og hann sagði, þú veist, verður þetta svona? Já. Þú veist, núna þú komin í ríkisstjórninga. Þú þarft að vera forsvarsmaður í rauninni, þjóðarinnar á miklu stærri skala heldur en þú hefur gert hingað til. Og hún var hann bara eitthvað, ég man nú ekki nákvæmlega hvað hún sagði, bara eitthvað við Sigurð Inga, bara þú bara gervigreind og var bara einhvern veginn í einhverjum rosalegum ham, sko, með revolverin á alla, sko, eins og einhver kúriki. Og en þetta hefur einhvern veginn, maður hélt að þetta myndi breytast á, en það hefur ekki gert það, sko. Nei, en kannski trakklistin alveg ágætlega langur á ekki sérstaklega mörgum mánuðum, sko. Mikið af málum sem kom upp, ég meina. En ekki bara alltaf eftirspurn eftir þessu, bara svona smá stemming fyrir fólki sem ekki alltaf á fínum fundum á Kjarvalsstofu, bara smá ölstofan, skilurðu. Danska kráin. Í danska kráin, ölstofa, Kormáks og Skjaldar, skilurðu, jafnvel Dillon, smá eftirspurn eftir. Hvað langt sem fór á Dillon. Já, þú bara með fína fólkinu, skilurðu. Þannig að ekki bara pínu, erum við ekki bara með þverskur þjóðarinnar sem vill smá, bara tandur reyna? Já, sko, þetta náttúrulega, þetta þessi hugsun, sko, að kýla eins upp, sko. Kýla eins upp, þú veist. Það svolítið það sem hefur verið svona einhvern veginn mottóið hjá þeim. En sko, ég veit ekki hvað skal segja. Þú veist, það náttúrulega óalega erfitt að koma eftir svona ræðu eins og þú varst að spila fyrir okkur og svara henni eitthvað efnislega. Ég meina, þetta orðin bara vitleysa, en þú veist, þetta náttúrulega, ef þú setur þetta í eitthvað samhengi, þetta náttúrulega svolítið, þú veist, taktíkin sem að leiðalt að vera alltaf líka fólki við Trump en það svona orðið ykkur, maður svona óneitanlega fer einhvern veginn í að hugsa þetta þannig, sko. En þú veist, það þessi taktík, sko, að svara öllum með bara svona með því að bara svona finna það út í einhverja vitleysu og bjóða fólki bara upp í einhvern svona slag sem það kann ekki alveg að staðsetja sig, sko, skilurðu. Og það svolítið, þú veist, þessi taktík, sko, en ég held samt, ég leyfi mér að segja það, ég held að þetta þetta svona pólitískt veðmál að taka Flokk fólksins inn í ríkisstjórn. Ég held að uppalega var planið hjá Samfylkingu og Viðreisn að taka Framsókn, mögulega Pírata með. Það gekk ekki af ákveðnum ástæðum. Þau taka Flokk fólksins, þetta pólitískt veðmál og ég myndi alltaf að segja, mér finnst fyrstu 4-5 mánuðirnir að hvað við erum komnir inn í þetta. Ég held að það hafi verið tölvöld meira af vesenni og svefnlausum nóttum í kringum þetta heldur en þau gerðu ráð fyrir. Þú veist, það er langur listi, sko, ég meina, þú veist, þú kannski ekki að rifja hann hérna allan upp, en bara, þú veist, Ásthildar Lóumáli augljóslega stórt, en þú veist, bara þessi, þú veist, margt sem einhvern veginn svolítið svona rángstætt, skilurðu. Þá taka Moggan af styrkjum af því að hann skrifar einhverja grein sem eða með einhverja umfjöllun sem þeir fíl ekki, þú veist, og það gera komið ljós að fólk sem hefur verið mjög framalega í einhverju svona hagsmunabaráttu, þú veist, var kannski í raun og veru eins og við sjáum dæmi með Ragnar Þór, þú veist, hann lappar út með mjög myndarlegan tékka úr vaffer í formi einhvers uppsagnarfrests eða biðlauna, sko, þegar hann í raun og veru að lappa Neyðarsjóðurinn? Já, með neyðarsjóðinn. Og Ásthildur Lóa með sín húsnæðismál líka og allt þetta. Og Inga með þessa Nike skó og, þú veist,
og einhvern veginn, Sigurjón Þórðar á strandveiðum og þú veist, það eru mörg dæmi skiljur sem er strax komin og það er síðan alveg svona spurning pólitískt sko, hver eru afleiðingar þess, eins og segir, kannski er það, sem þú kannski að segja þú veist, er okkur kannski bara alveg slétt sama? Er kannski bara einhvern veginn flokkur fólk sem stannir staðsettur í pólitíkina, fólk hefur bara fylgdi gaman að þessu og er ekkert að stressa sig yfir þessu sko? Ef ekki, hvert fer þetta fylgi? Minnst það líka svolítið fróðlegt sko? Af því að það er líka, svolítið, finnst mér alltaf svolítið merkilegt sko að þingið núna er samsett þannig, það er ekkert aðhald frá vinstri í raun og veru. Það er svolítið merkilegt, vinstri græni fara út, Píratarnir dett út, Samfylking náttúrulega breytti sér yfir í svona miðhægri virkjanaflokk eitthvað í skrefinu og þú veist, aðhaldið frá vinstri er í raun og veru ekkert sko. Nei, svo líka bara, þú veist, ég meina eins og núna þegar við erum að sjá fólk alveg gefast upp á vókinu, sko, þá náttúrulega, og sem kom ótrúlega vel í ljós í kosningum, sko. Já. Og þau náttúrulega voru með, eins og Píratar voru með heila, herferð það að vókið skildi vera að passa upp að réttrúnaðin hjá þeim, sko. Marlene Rún var að taka upp eitthvað blað frá Brynjari Níelssyni og tjastlaði saman. Svo fer ég í pallborð með Alexandru Brím og þar var meðal annars að tala vókið. Það bara kannast þau ekki við það að hafa verið eitthvað að verja á réttrúnaðin sko. Það er svo merkilegt sko, hvað margt hefur breyst sko. Mér hefur fundið stjórnmálinn svolítið vera eftir á sko. En ég veit ekki hvað skal segja en sko núna þegar það er búið að vera svona mikið að ganga á sko, svo komum líka hreint út með það þá ertu þú náttúrulega að vara þingmaður Sjálfstæðisflokksins. Já. Sko ertu með einhverja skýringar á því af hverju Sjálfstæðisflokkurinn er búinn að vera svona lélegur frá upphafi þessa þings? Það er alltaf liss. Já, þú spyrir ekki lítið. Ég sko, ef við höldum aðeins áfram kannski að rekja okkur í gegnum þetta, sko, þetta er náttúrulega hinn parturinn af þessari stóru breytingu sem er að verða núna. En náttúrulega mitt að Sjálfstæðisflokkurinn fer úr því að vera í stjórn sem er búin að vera í 11-12 ár. Nýr formaður. Síðast í stjórnarastöðuna rétt árin eftir hrun var þar áður heldur búin að vera 18 ári í stjórn. Þannig að þú veist, þetta er auðvitað, flokkurinn er alveg held ég að fóta sig og finna sig aðeins upp á nýtt, þannig að nýr formaður og það er breyting á bara í raun og veru flokkurinn er þú veist, svona mikla breytingar búin að eiga sér stað. Og ég veit ekki hvort ég get kvittað undir hann sé að hafa verið lélegur sko. Svolítið afturlega på hann samt. Mér finnst hann ekki verið með áberandi. Það er ekki sammála því. Kannski bara er það út af því að þessum við erum að tala um það. Ríkisstjórnin er rauninni, hvað var að segja, mettar allt frétta efni. Hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem hafa sett svip sinn á íslenska menningu og eitt þeirra eru Bæjarins bestu pylsur. Ég og þú vitum alveg að þegar við fáum okkur pylsu sem er ekki frá Bæjarins bestu og þá vildum við að svo væri. Það segir það í orðinu, þetta eru Bæjarins bestu pylsur. Þið vitið það, ég veit það, skellið þessu hlaðvarp í eyrun, farið á næsta sölustað og kaupið ykkur tvíhleypu ásamt einhverju góðu að drekka. Sko ég held að þú veist, maður má heldur ekki fara endi þeim leik að vera sko eins og stjórnarandstaðan fannst mér árum saman vinstra megin, Samfylking og Viðreisn og áður þeir eru föttuð að hætta því. Að hoppa á allt. Og fylgið fór að hækka. Já. Það sem þeir voru svona nánast eins og einhverju svona ambulance chasers í pontu daginn út og inn sko og það var eins og það væri aðalmarkmið flokksins að komast í kvöldfréttir með eitthvað svona mjög krassandi fyrirsögn sko. Þeir sögðu það nú bara í einhverjum svona hlaðvarpsþáttum og þannig að það væri rauninni markmiðið sko að passa að reyna að komast upp í eða sko þeir voru eitthvað að segja að þetta var breytt minnstur sko að samfélagsmiðlun hefði breytt í að þú var alltaf að reyna að koma þér í kvöldfréttina sko. Já, akkurat, ég er að segja sko og það er alveg kúnst að vera í stjórnarandstöðu. Það er þannig, menn, þú ert svona aðeins að bregðast við því sem gerist, þú ert að koma á þínu punktum á framfæri, þú ert að passa það líka og það er náttúrulega bara held ég megin verkefni Sjálfstæðisflokksins, hann þarf alltaf að passa sig að stilla sig fram sem, þú veist, rödd skynsemi, svona ábyrðar, rödd atvinnulífsins og allt þetta og að passa sig að hún nefnir, ég var að þingmaður, ég kom innan í viku núna í febrúar og mér finnst þetta var svolítið reynsla sko og eitt af því sem maður áttar sig mjög fljótlega á er að þessar umræðurinn í þingsal er náttúrulega þær eru mjög áhugaverðar og ég held að þú veist þetta á við þessa daga sem ég var og örgulega reynda bara þú veist öll ár þarna niður á þingi að þú veist það er rosalega auðvelt að svona komast í eitthvað gír og byrja að tala og þú veist í andsvörum við eitthvað og hann kemur tilbaka
og þetta og þú veist, þú veist, mönnum getur hlaupið svolítið kappi kinn og ég held þú verður að passa svolítið svona hvernig þú stillir tónin. Ég er ekki að segja að Sjálfstæðisflokkurinn endalvað er eitthvað rangstæður í þessu núna, en þetta er bara svona held ég flokkurinn sem að fóta sig í þessu. Og mér fannst líka svolítið, aftur svo ég tæki kannski dæmi frá því síðast, að mér fannst svolítið þegar að sérstaklega kannski var þetta ábyrjandi með Samfylkinguna, þegar hún fór úr þessum gír, það er að segja að vera einhvern veginn að reyna að yfirtrompa öll mál með einhverjum yfirlýsingum og eitthvað svona og breytti svolítið kúrs, fór bara yfir í staðinn að eins og til dæmis það eftir að tala Kristrúnu sko á síðasta kjörtímabili, hún var ekkert sérstaklega ábyrjandi endilega í þinginu, hún var út allt, hún var að túra landið og hitta fólk og Sumir tölu að hafa verið áberandi hvað hann var ekki í þinginu. Já, og það heldur ekki gott sko, en þú skilur hvað við, menn þetta er svona, þetta er kúnst og ég held að muni alveg taka smá tíma að finna, þú veist, eitthvað takt í þessu, þannig að þetta verði, þú veist, allt orðið, hvað maður segja, algjörlega, hnökra laust, sko, ef við getum orðað þannig, en ég meina sjálf, en þú veist, sko, varandi þingið, þá náttúrulega er þetta svolítið, eins og ég segi, þetta er alltaf svolítið háð í hvað er verið að ræðum, hvað er á dagskrá og hvað er í gangi. Og mér fannst sko svolítið fróðlegt líka ríkisstjórnin hún einhvern veginn kom inn með heilanga þingmálaskrá, margt af því svona afskaplega lítilvægilegt sko, mikil einhver afgreiðslumál og svona sko, en auðvitað inn á millin og kannski fyrst núna svona stóra málið þeirra sem er kvotinn eða þessi veiðigjöldin sko, og ég held að verða alveg, þú veist, það verður alveg svona fróðlegt að horfa á þetta núna, hvernig nú eru flokkarnir að setja mikið svona power í þetta mál og getum kannski rætt þetta mál aðeins á eftir, en ég meina, ég held að þetta muni koma og ég hef ekki áhyggjur af því og ég held að sé líka bara alveg allt í lagi hjá og mér finnst það alveg skynsamlegt hjá nýri forystu, þú veist, ekki fara að vera í einhverju fljótfærni, ekki fara á einhverjum taugum af því að allir vera komin 1% hærri í einhverju skoðanakönnun eða, þú veist, fara að hlusta á einhverja raddir að þau þurfa að vera meira svona og hinsegin, sko. Þú veist, það er aldrei gerst áður að þessi bæði nýr formaður og varaformaður sem labbi út á landsfundi, þetta sé breytt báða pósta í Sjálfstæðisflokknum, þessari miklu stofnun og þú veist, fólk þarf að gefa sér líka smá tíma eins bara til að finna, þú veist, hvernig hlutinir ganga og finna sinn takt og allt þetta sko. Já, heyrðu, förum aðeins í ég er sammálaður sko, að einhverju leyti, ég er ekkert svo sem ég aðtöðsend, en förum aðeins í veiðigjöldin, því að mér finnst þetta ótrúlega leiðilegt málefni, þetta er svona það sem ég nenni minnst að kynna mér, þannig að við ætlum að ræða það en sko ég var hlustað á Guðmundi Briem og hann var að bítinu með sinn, hann með mjög skemmtilegan svona hrynjanda í röddinni og hvernig hann talar, það er mjög gaman að hlusta á hann, en þeir eru það þessi sjávarútvegskallar allir, Kristján og Þorsteinn Már er líka með svona einkennandi talanda þegar þú segir það. Já, þeir eiga þetta allt sameiginlegt. Samhliða því að vera ofurríkir, sko, ég horfa á þetta þannig að ég er pínu sammála Guðmundi Briem að þessi hugmynd það að þjóðin eigi fiskinn sé della. Já. Sko, út af því að ég einhvern veginn, þegar ég er að horfa á þetta og ég skil, ég náttúrulega bara eins og með allt annað, þá bara ger ég ráð fyrir því að ef ég er að sinna einhverju þá borga ég eitthvað til samfélagsins og gerir ráð fyrir því að það sé sama með sjávarútveginn og út af því hvernig þetta er komið að þá gildir það sama. En ég einhvern veginn, Brynjar Níelsson sagði þetta einhvern tímann, þú veist, að þú átt ekkert fiskinn frekar en fuglinn fljúgandi. Ég er pínu sammála þessu. Og þegar ég sé einhverja, skilurðu, táninga vera ælandi út fyrir þilfarið og einhverjir eldgamli sjómennar en að ná í fiskinn, ég hugsa ekkert bara eitthvað, ég á þetta. Ég bara get ekki að horta á þetta þannig. En þetta er náttúrulega rosalega svona djúp og löng og svona rótgróin umræða á Íslandi. Og þetta náttúrulega byggir á því, ég meina við þú veist, höfðum í okkur á öldum saman með því að þú veist, Þórarinn Hjartarson á 13. öld var bóndi sem fór og veiddi, skilur, eða þú varst syndir einhvern aldbánastöðum og þú veiddir. Og frameftir öldum og ég meina sjávarþorpin og allt þetta. Og lengi vel var staðan svo að þú gast var ótakmarkað, þú veist, ótakmarkuð veiði. Það mátti hver sem fara á veiða. Og svo lendum við því að þeim sannleika að þú ofveiðir að þá hrynur stofninn. Þá tæknibyltingin olli því að það var hægt. Já, líka það. Og þaðan kemur þetta kerfi. En þú veist, þessi hugmynd bara svo einhvern veginn svona, en hún sko, þannig að menn hafa rannsakað þetta í, þú veist, eignarétti og eitthvað, og ég veit áskrifendur þínir þessu hlaðvarpir,
þeir eru áskrifendur til að fá umfjöllun eignaréttir, ekki? Jú. Mjög kynþokkafullt efni. En það, ég meina, það er búið að rannsaka þetta þar og fara mjög vel ofan í þetta og þetta tala sameign þjóðarinnar, fiskjöldins í sameign þjóðarinnar er náttúrulega ekki grundvöllur að einhverjum beinum eignarétti. Ekki eins og ríkið á einhverja fasteign eða ríkið á einhverja jörð eða eitthvað svoleiðis. Þú veist, heldur þetta svona markmiðsyfirlýsing, fiskjöldin einhvern veginn hluti af okkar, þú veist, auðlindin okkar, við stýrum auðlindinni, við nýtum hana til hagsbóta fyrir þjóðina og það er það sem við ætlum að gera. En þú veist, þegar menn fann að líka þessu við það, þetta sé nánast eins og samband leigusala og leigutaka og það þurfi bara að hækka leiguna á þessa útgerðarmenn Barnabarn Þorsteins Más þarf ekki G-Benz, hann fæ bara nýjan Range Rover Sport. Já, og það mjög líka svolítið merkilegt með ríkisstjórnina, talandi hana og hvernig hún hefur farið inn þetta mál, hvað hún fer í mikinn popúlisma með þetta. Því að það náttúrulega popúlismi alveg 101 að hvernig það talað þessi mál. Ég veit að þetta áalveg svona hljómgrunn með þjóðarinnar, en þú veist að popúlismin náttúrulega í grunninn þessi, þú finnur einhvern hóp, hann hefur grætt óhóflega á eignum þjóðarinnar. Hann hefur grætt á okkur. Þetta ég meina, þetta náttúrulega essensin í þessu og mér svolítið svona mér fundist talið og svona takturinn frá stjórnarflokkunum og þungavægsta þingmönnum og svona vera svolítið mikið þarna af því að Kristrún var allir búin að tala það fyrir kosningar, hún var alveg búin að nefna það þau væru að horfa til þess að hækka veiðigjöldin, það kæmi svona eins og hún lýsir á hlutunum svona svona yfir langan tíma og í mikill sátt og örfáar eða svona lítil hækkun í einu og eitthvað svona, eitthvað sem að mér heyrðist alveg að vera einhver grundvöllur fyrir. Breyttum gír og farið alveg í, þetta er nánast tvöföldun á veiðigjöldum. Þetta er úr 10 upp í 20. Já, ef þessi 20 milljarðar skila sér, Já, þetta, þú veist, veiðigjöldin eru flöktandi á hverju ári og allt það, en ég er að segja svona, það er bara þannig sem þetta er lagt upp í frumvarpinu, skilur. Og það er, þú veist, fyrir einhverja atvinnugrein, sama hversu sterkir menn eru og hversu, það séu einhverju kallar sem eiga pening með skrýtna raddir og eitthvað, skilur. Þú veist, það er rosalegt högg að taka 10 milljarða bara í einu vettfangi, skilur. Þannig að mér finnst þeir að fara miklu einhvern veginn aggressívar í þetta heldur en einhvern veginn maður hefði haldið. Er þetta ekki bara pínu art of the deal, fyrst þú svo tala populisma, er þetta ekki bara pínu, já, ok, við sættum okkur við tvöföldun á næstu 10 árum og þá verða þau orðin svona vinir þeirra sem eru í fiskveiðum? Ég held að sé aðeins flóknara líka því að annað sem að þau hafa tekið upp er þessi hugsun frá Kristrúnu sem er það að ríkið þarf að eiga fyrir útgjöldum. Þetta er eins og nefnt húseigandinn ætlar að laga þakið heima hjá sér hann þarf að leggja til hliðar til að eiga fyrir þakinu og að ríkið þurfi einhvern veginn að vera nánast þannig og það er þú veist eitthvað sem er svolítið svona þú veist, ég held þú fengir mjög gott á einhverju hagfræðiprófi erlendis í einhverjum fínum skóla ef þú svaraði svona. Ég held ég ógeðslega erfið leið til að reka ríkissjóð því að vandinn er sá að þú veist það er alltaf að koma upp einhverju hlutir. Þetta hljómar ekki óskynsamlega, skilurðu mig. Vandinn er bara að það er alltaf að koma einhver anskotin að koma upp og þú verður bara stundum í pólitík að geta einhvern veginn brugðist við því. En þetta er svolítið hugsunin, ef það kemur eitthvað upp þá ætlum við að sækja tekjur til að mæta því. Og þannig að mig grunnar líka að þetta sé ekki endilega fyrsta svona útspilið sem kemur. Mér er svona alveg verið að tala sig upp í að það fara eitthvað svona inn í ferðaþjónustuna eða sem taka eitthvað svona gjaldapakka eða skattahækkunarpakka eða hvað við köllum þetta á þar. Og þú veist, þetta er orðið svona, þetta er auðvitað bara skattahækkun, svo það sé sagt. Þú veist, það er náttúrulega bara einhver PR-mennska að kalla einhverja leiðréttingu og bara finna eitthvað norskt. Þú veist, þetta er náttúrulega bara kostulegt, Þetta er eins og færum að leggja fasteignamati í Mónakó bara til grundvallar eða eitthvað, þú veist, þetta er rosa skrítin nálgun. Og ég meina, það er bara verið að sækja skatta með þessu og skattahækkun í svona, finnst mér svona populísku svona, þú veist, láta þessa kvótagreifa að heyra það, Já, ég horfa á það, ég er ekki endilega á móti þessum veiðigjöldum út af því að ég bara annarkvor aðilinn hefur rétt fyrir sér. Ég horfa á þetta þannig og ég hugsa þetta þannig bara, það er eins gott að annarkvort vera fyrir SFS þá að þetta verði þannig að bara það leggjast niður byggðir og verður mjög vont fyrir þjóðarhag minni sveitafélaga eða þá að þetta hafi engin áhrif að því undanskildu að Þorsteinn Már þurfi að fara hann á þannig peningasamt örugglega að það hafi ekki nein áhrif en annarkvort, ef það er annarkvort að fara að gerast
og ef þetta hefur engin áhrif þá hafði bara ríkisstjórnin rétt fyrir sér, ef þetta hefur áhrif þá hafði ríkisstjórnin rangt fyrir sér. Ég horf á þetta þannig, en ég einhvern veginn sko, þú veist að tala ríkisútgjöld, svo kannski koma þess inn á eitthvað sem ég betur að mér í, salan á Íslandsbanka sem núna, tekur þú þátt? Ég ekki búin að skrá mig allavega, erum ekki út að inn í dag. Hvernig það, þú ert varaþingmaður, þarftu eitthvað neina, það vafasamt eða? Já, það góð spurning. Maður fara að valega. Já, en allavega, þá ótrúlega mikið búið að vera að tala það og þú veist, það var mjög mikið þrýst á það og ég veit að það var miklu meira undiralda innan stjórnkerfisins hvort að, þú veist, salan gæti yfir höfuð átt sér stað út af því að það væri svo mikil óvissa í bara alheims efnahagskerfum. Ég hugsa með mér, ok, þau eru að fara að selja hana banka og þau gerir ráð fyrir því í fjárlögum en ég meina þú gerir það ekkert oft. Það ekki að fara að selja hana banka mörgum sinnum. Nei. Og þessi ríkisstjórn talar það að þau ætla að starfa til 8 ára. Þá velti ég fyrir mér, skilurðu, hvað gert ráð fyrir? Ef þetta orðið nýja viðmið, nýja þakið á því hvar ríkisreksturinn stendur undir sér, hvað þarf þá að koma til ef þau eru ekki með banka á hverju ári til þess að selja? Þetta eitthvað sem ég búin að spá rosalega mikið kringum þessu sölu, sko. Nei, það alveg rétt, þetta bara salan, mér finnst mjög jákvætt og gott að sjá að þeir óði í þetta og svona kannski pökkuðu saman gömlu gagnrýnisröddunum frá því á síðasta kjörtímabili og fóru bara í að selja því og þetta, þú veist, hefur ríkið miklu meira og betra hluti við peningana að gera en að geyma þá sem einhverja fjárfestingu í Íslandsbanka, bara borga niður skuldir væri strax mjög jákvætt og minnka vaxtakostnaðinn til allra framtíðar sem dæmi. En það alveg rétt, þú selur þetta ekkert oft, þau náttúrulega eru mjög metnaðarfull í þessu og ég held þetta verði náttúrulega sko muni mjög fljótlega taka á sig svona bara myndaldi svona hefðbundinnar svona miðju vinstri stjórnar. Þú veist, það verða há útgjöld, það verður reynt að þú veist, setja mikið út í þessa málaflokka sem að þú veist, standa þeim nærri og og eru auðvitað einhver leiti byrjuð á því, sjáum, þú veist, bara strax samningar við kennara voru stór tékki. Þú veist, það hefur verið í alls konar umbótum og breytingum í almannatryggingunum og allt þetta mun þetta kosta og svo annað sem má heldur kannski að gleyma, fyrsta útspil ríkisstjórnarinnar var náttúrulega að það ætti að hagræða stórkostlega í ríkisrekstrinum, settur upp gátt allir sendir tillögu settur upp hópur og hann skilaði einhverjum tillögum og hvað var gert við þetta, veistu það? Það er frábær spurning. Þetta er bara einhvern veginn, þetta var líka svo, mér finnst að þetta mál sko, eins og þetta var nú alveg mörgulega gott mál, flotta, þó þessi ekki annan en bara senda svona ákveðin skilaboðin í kerfið. Þú veist, við ætlum að fara vel með fé sko, þó að það ætti ekki þurfa að taka það fram, en þú veist, það bara þarf að taka það fram. En svo kom alls konar tillögur og þú veist, margt af þessu var svona, þú veist, þetta er svona þegar maður var í ungum sjálfstæðismönnum í gamla daga, það var alltaf verið að reyna að gera einhverjar tillögur til hvað mætti skera niður, mér var svona margt alveg, þetta var svona kunnulegt þaðan sko, þú veist, leggja niður einhver embætti og eitthvað svona og margt af þessu kom hann fram og fekk náttúrulega strax þau fyrirsjónalegu viðbrögð að viðkomandi embætti eða viðkomandi, þú veist, svið í þjóðfélaginu eða stjórnsýslunni hafði engan áhuga að láta leggja sig niður sem náttúrulega kannski í DNA embættismannana að vilja ekki láta leggja sig niður og mér fannst svolítið fróðlegt að sjá sko hvað var hratt þá dregið í land í raun og veru. Þú veist, bara ég man þetta kannski tekist mér átt eitthvað að vera einhverju umræðum að fækka sko dómurum við Hæstarétt og að koma eitthvað svona, þú veist, einhver hörð andmæli við því frá Hæstarétti sko og þá var strax bara lýst yfir, ok, það er það frá við gerum það ekkert meira og svona, maður var svolítið fljótt ábyrjandi sko að ríkisstjórnin alltaf ekkert endilega gera þess að tillögu beint að sínum eða einhverjum baráttumálum eða þú veist, eitthvað sem þau myndu leggja mikið pólitísk púður í að keyra í gegn. Svolítið svona eins og svona að vera signalera, við ætlum að hagræða, gerum einhverja tillögur, var ekki salur fyrir því, ok, heyrðu, til lagi. Það er svona eins og þegar Dagur B. sagði að þeir ætla að hætta ráðin í ónauðsynleg störf. Geggjuð lína, sko. Já. En þú veist, ég hef ekki, til dæmis, ég meina þetta er hagræðing held ég sem að það sem stóð eftir er einhverjir nokkri milljarðar á ári eða eitthvað svoleiðis, þetta ágætt sko, en í stóru hítinni, ég meina, er það nánast ekki neitt sko. Þannig að þú veist, þetta er svolítið fróðlegt og ég held að svona mín spá er svolítið þessi, þetta mun taka á sig bara mjög fljótlega svona mynd, svona, eins og ég segi, meiri svona vinstri pólitíkur og svona miðju vinstri og það er alveg ljóst, ég meina það verða alveg hækkaði skattar, það er ekkert verið að fara, þú veist, ég meina útgerði núna, ég meina það var verið að hækka skatta á fólk með þessari samsköttunar, þú veist, hún var tekin úr gildi sem dæmi, þú veist, þannig að það er alveg verið að sækja þess á fólk sem að
mér svona fróðlega að það kemur kannski ekkert endilega óvart með Samfylkinguna, ekkert endilega óvart með Flokk fólksins, kemur svolítið óvart með Viðreisn. Hvað svona, hvernig þeir tala þessa hluti, sko? Því að þeir sýndu svo mikið hægri vangan, sko, í kosningunum. Hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem veita úrvalsþjónustu og eitt af þeim Alvöru Bón. Við skulum bara vera hreinskilin, ef þér þykir vænt bíliðin þá lætur þú gera þetta almennilega og það nákvæmlega sem Alvöru Bón gerir. Ferð með bíliðin, hvort sem það eru alþrif, djúphreinsun, mössun eða hvað eina, þá skellur þér á Alvöru Bón og lætur degra við bíliðin. Farðu inn á vefsíðuna og tryggðu þér 10 tíma klippikort, þá þarftu bara ekkert að vera að pæla í þessu. Alvöru Bón, kíkið á þetta, þið verðið ekki fyrir vonbrigðum. Já, mér finnst bara almennt séð mjög einkennilegt hvernig rætt er skatta á Íslandi. Já. Og það því að eins og þú segir, sko, það þarf náttúrulega bara, ef að það er aldrei neitt sem þarf að gera betur hjá hinu opinbera. Það er alltaf bara, já, ég meina okkur bara vantar pening hérna. Og það er bara eins gott að þið borgið. Það er rosalega svona, hvað ég segja, svona lénskerfa hugsunarháttur. Það sem að, sko, þú veist, þegnarnir eru fyrir ríkið, sko. Já. Það er náttúrulega eins og var ekki Reagan sem orðaði bara ágætlega, þú veist, það er ekkert varalegt og tímabundin opinbert úrræði, sko. En auðvitað, þú veist, og menna, við sjáum víða úti, þú veist, bara eins og þetta út í Bandaríkjunum, þó að það sé nú margt skrítið í gangi þar. Eitt sem samt svolítið fróðlegt er þessi Doge með framburinn á hreinu aðgerð, stóluðum hvað þetta allinu, sem þeir eru að fara í og bara fínkempa kerfið með og finnandi alls konar hluti, sko. Þannig að þú veist, maður svona veltir í hans fyrir hvort að það þyrfti ekki aðeins líka. Þú veist, ég hélt fyrst að þessi hagræðingarhópur ætti að fá einhvern veginn miklu, sko, meira backup, meiri tæki til að fara alveg ofan í hitt og þetta. En mér fannst svona mjög fljótlega að það var einhvern veginn ekki stemningin, sko, hann fór bara yfir þessar tillögur sem kom inn og sigtaði þar eitthvað svona, sko, og svo var bara þeim störfum lokið, sko. Já. Þannig að, þú veist, en þetta er en það er víða, þú veist, held ég hægt að gera betur. Já, og eins og þú segir, sko, þegar þess að hagræðingartillingar komu, mann var eitthvað svona, já, heyrðu, bara geggjað. Svo er einmitt, eins og þú segir, svo bara svissað aftur yfir í þessu umræðu bara við þurfum bara að standa undir kostnaði ríkisins. Já. Það bara svo rosalega mikið sem það þarf að gera hérna hjá okkur ríkinu. Já. Og ég held að þetta sé líka bara erfitt. Ég held að það sé erfitt að ef þú ert í einhverju starfi og ert að sinna einhverju þörfum. Ég held að það sé bara pínu erfitt að segja, já, nei, við þurfum bara að gera betur og hagræða hérna og því að þá náttúrulega færðu miklu meiri slagkraft frá þeim sem eru inn í kerfinu, sko. Já. Náttúrulega mörglum með sinn opinberu kerfi er bestu lobbyhópar á landinu, sko. Aldrei talað um það þannig, sko. Já. Alltaf hagsmunaaðilar eru bara þeir sem eru í einhvers konar einkagera. Já. En hagsmunaaðilar innan opinberu kerfa eru miklu betri að mörgu leyti, sko, í betri stöðu, það er auðveldara að réttlæta, þú veist, það er alltaf. Ég held að sé líka mörgu leyti, þetta sé alveg rétt og þetta er mörgu leyti, sko, meira falið, því þetta er bara í, kannski svakalegt álag, sko, alltaf. Já, meira kannski bara í einhverjum samskiptum, sko, sem eru, þú veist, bara beint við ráðherrann eða, fattar þú veist, þetta er ekki endilega allt sem eitthvað kemur fram opinberlega, sko, hvernig þessi lobbyismi er, sko. Nei, bara eins og kulnunarlobbyismin, hann er alveg gríðarlega sterkur, bara það er bara ef að fólk segist í kulnun, að þá er það bara opinn tékki bara í mjög langan tíma og þú þarft ekki að sýna fram á neitt framlag, heldur skynsamlegasta leiðin til þess að þér líði aðeins betur er bara að þú sért heima hjá þér, ger ekki neitt með bara á fullum launum. Má ekki tala um þetta? Alveg ótrúlegt, bara ef maður minnist á þetta þá bara ég var sko í kulnun og mér leiði umlega. Það er örugglega rétt. En ef að 40% á sumum sviðum hjá hinu opinbera eru öll komin í kulnun, samhliða því að hafa fengið, sko, það var alltaf sagt við okkur að steyting vinnuvikuna myndi koma til með að grípa þennan vanda. Vandinn bara rauk upp, það var eins og steyting vinnuvikuna hafi ollið því að allir fóru í kulnun. Já. Og þetta er áhugavert, sko, hvað þau eru rokið upp, þetta er líka svolítið áhugavert, sko, fyrir þessa íslensku þjóð, þegar maður setur þetta, já, bara svona smá samhengi, sko, því að við erum svo, þú veist, við erum náttúrulega allt öðru tempói að mörgu leyti heldur en svona, held ég þekkist við að annar staðar, sko, þú veist, þú vinnur og svo ert í, þú veist, þú tekur, sko, ekki bara vinnuna heldur allt hitt líka, því að þessi litla þjóð heldur uppi náttúrulega, þú veist, það er bara eiginlega gert ráð fyrir þú sést með allavega minnst eitt íþróttafélag á herðunum, þú veist, eitt kirkjukór, þú veist, hitt og þetta sem að, þú veist, við gerum svo margt annað líka og svo einhvern veginn og yfirleitt er bara gert ráð fyrir að menn hlaupi þetta bara alveg af krafti, sko, og við höfum alltaf gert það, það er svona dálítið í okkar DNA, sko, slíkar eru vinnusamir og svona vertíða þjóð, sko.
en svo einhvern veginn ríkur allt í hennu upp þetta sko, það er svona eins og við séum alveg öll að klessa á einhvern vegg sko. Já, þú ert að skila þínu 5 tímum á samfélagsmiðla sem þú ert að birta myndir af börnunniðinum til þess að réttlæta tilvist þeirra. Þannig að við erum með einhverju leyti komin í algjöra ógöngur með þetta og ég er ótrúlegt hvað við, sko, það var náttúrulega svo breyting svona upp úr hruni 2011, byrjuðu svona þessir fyrstu símar að koma og svo í kringu 2014 þá verður þeir svo rosalega fullkomnir varðaði það að nýta þína athygli í það að reyna að hámarka þína viðveru í því að vera í símanum. Svo líður okkur öllum miklu verð og við erum að segja það er fullt af ungum krökkum ADHD-lyf sko. Svo ef maður talar ADHD-lyfin sko, það koma aðrir foreldrar bara berjandi að lyklaborði bara þú ert sko ekki að fara að tala þetta. En ég meina það er líka búið að rjúka upp 300% og við erum notað 13% meira heldur en í Noregi og við eitthvað, já nei, þetta er nú bræðilegt. En mér finnst það frábær punktur eins og segir sko líka bara, þú veist, inn í hennan ef að segja, prógram hins með venjulega Íslendings. Hvað ætli sko að sé að meðaltali mikill tími fyrir síman? Og eins og þú segir sko, ekki kannski síman í þeim skilningu sett bara í þú veist, Sudoku eða eitthvað, þetta er í síman það sem þetta í sko uppnámi. Þú veist, að lesa fréttir sem svona, nei, ég var að segja þetta, þú veist, og eitthvað svona, og það sem þú svona on, og þú veist, ég er nú ekki, ég þekki ekki sálfræði eða eitthvað að tauga sálfræði, en þú veist, við grunnar stundum og maður standa sig allir að þessu. Maður lesa eitthvað fréttir og það er svona nánast tryggara mann. Og og ekki er hann að segja þetta aftur, þessi gaur, eða þú veist, ég sé nú í gegnum þetta. Og maður ég stundum velti fyrir mér, ef það var þetta, og ég held að það sé svona smá saman að renna upp fyrir okkur hvers konar orkusögu þetta er. Þó það blasi sjálf sér við, ég held að við sem ekki alveg búin að ná utan það ennþá. Mér heldur bara fróðlegt, sko, getið eitthvað sagt mér, hvað meðaltali allir séu klukkutíma á dag, 2 tímar á dag, þar sem maður er í svona, þar sem maður er on, sko, maður er ham. Já. Maður er bara, það fíkur í mann, sko. Þetta er alveg vinkill sem ég hef ekkert svakalega mikið spáð í, sko. Mér finnst þetta góða punktur, sko, því að að viðvaran er eitthvað sem ég hef haft mjög miklar áhyggjur af, en það er líka eins og þú segir, sko, að nú Steven Pinker hefur nú fjallað þetta að þessi fyrirtæki sem eru svona að hanna þetta og annað, þau hafa að svo veriðist sko beitt sér helst fyrir því að reyna að grípa athyglinni á sko neikvæðri umfjöllun. Neikvæð, ef þú sér eitthvað sem að gleði þig þá er það ekkert líklegt til þess að halda þér við efnið sko, en ef að þú aftur á móti verður reiður sko, þá margfaldast sá tími sem þú ert tilbúin til þess að verja í það að kynna þér þetta mál sko. Nákvæmlega, það er bara, þetta er einhver alveg mögnuð vísindi sem að spilað á með okkur og það er náttúrulega, þú veist, í grunninn þessi mikla, þessi náttúrulega ofurhagnaður í kringum þessi fyrirtæki og hann heim er mjög tengdur eins og segir sko okkar viðveru á miðlunum. Við erum reið og í ham og erum að búa til tekjur fyrir einhvern annan í leiðinni sko. Þetta er svolítið merkilegt. Þetta er mjög skrítið sko. Þannig að og aftur ef maður kannski tengjum þetta við nú ræða pólitíkina þá náttúrulega hefur það líka þetta alveg mynda finnst mér alveg svona nýja vídd í pólitíkina, bara samfélagsmiðlarnir og hver kann einhvern veginn að nýta sér þá og ég held að maður verði þó að mann sé nú þvert að gefa aftur og nefna Trump hérna, þú veist, hann náttúrulega hefur bara masterað þennan leik, hann hefur einhvern veginn fattað það finnst mér að það að svara einmitt aldrei svona út úr kú, stælum, ansi andlita á þér, tróða sokk í þig, svara alls ekki spurningunni, þó hún sé fullkomlega réttmætt, sko. Þetta bara svínvirkar. Já. Þetta er bara miklu líklegra til einhver deili þessu áfram, ekkert endilega með jákvæðum formerkjum, stundum með jákvæðum formerkjum, stundum neikvæðum, stundum bara, sástu hvað hann sagði. Þetta bara einhvern veginn skapar honum og svona sitt áhrifasvæði einhvern veginn og mér alltaf fundist þetta svo þegar hann var að koma fyrst fram og fjölmiðlarnir fóru svona að glíma við hann sko og eins og þau skildi aldrei leikinn hans af því að þau fóru þau stigu öll skrefin sem hann vildi að þau stigu. Spurðu hann svona gáfulegra, yfirlætislegra, gaggrýtna spurninga og hann svarar einhvern veginn út og suður og með einhverjum stælum sko og þau varstu að svara okkur og þetta verður sko aðalfréttin og hann bara, bara keep it coming þetta er bara nákvæmlega sem ég vil þetta spilist. Það var tekið saman hérna fyrir kosningarna 2016 hversu mikið umfjöllunin sko að utan skildum hérna svona fréttatilkynningum og þannig heldur bara svona auglýsingum
og mínusa frá þá sem hefði bara svona verið hefðbundin frétta umfjöllunum flesta hérna frambjóðendur og það var eitthvað, ég man ekki sko $600 milljónir eða eitthvað stjörnugalnar upphæðir í fríar auglýsingatekjur meðan við þá hérna umfjöllun sem hann fekk á öllum miðlum því hann var í rauninni bara 24/7 á öllum miðlum í svona 14 mánuði eitthvað svoleiðis svona alveg ruglað og svo við hliðin á honum ertu með eitthvað fólk sem svona karrierstjórnmálamenn frekar rútínerað búin að drilla eitthvað svör í gegnum tíðina sem að svona gefa smá hingað, smá í þennan hóp, smá hingað og það verður svo leiðilegt og það verður svo mikið flatneskja og þú myndir aldrei nenni að deila þessu ég myndi aldrei nenni að senda á þig link ertu maður að sjá þetta? Ertu maður að sjá hvernig þú veist þessi ráðherra svara þessu? Þetta verður svo hitt, skilur fyrir viki verður hitt gamli leikurinn, gamla pólitíkin, gamla pólitísku umræðan ógeðslega leiðileg. En sjá hvað, við erum í rauninni að verða vitna þessu núna hérna, út af því að ég spilaði fyrir þið brot núna Ingo Sæland, sem ég hefði almennt ekki gert ef þetta hefði verið hófstilt og eðlilegt svar. Ekki bara hinga undan leiknum Jú, ég að segja, þú veist, það alveg þessi áhrif þarna, sko, og og þú veist, en aftur, ég held að við, sko, svo þetta alltaf einhvern veginn með einhverja svona öldur sem koma inn í þetta, sko, þú veist, þetta vissulega, þú alveg geta grætt svolítið pólitískt stiga á þessu, ég held samt að við séum, ég einhvern veginn að vona við séum aðeins að ná betur utan um þetta, sem aðeins að ná betur utan hvað þessi samfélagsmiðla notkun, þú veist, getur verið vond bara fyrir okkur sjálf einhvern veginn, hvað vond að vera í svona stöðu, hvað vond að vera bara með einhverja juices flowing in your body sem eru bara ekki góðir örugglega við það að vera að skoða einhverja fréttir eða einhverja færslur og eitthvað og ég svona pínu tengi þetta við það líka ég held að við hljótum að fara átt okkur á að stjórnmálamenn sem allir einhvern veginn að þú veist, komast til áhrifa, svara svona þú veist, ég veit það ekki ég held við hljótum einhvern veginn að fyrir það síðar svona fer þetta verða dálítið þreytt sko. Það líka bara eitthvað spennandi að vera í beinni. Það eitthvað ótrúlega spennandi, þú veist, maður með púlsinn eða blaðberana eða eitthvað, hann svona upp sem eru að gefa hérna fréttinar daglega bara, maður einhvern veginn að refresha þetta bara og vill við hafa allt í beinni. Ég hef ótrúlega mikið pælt í þessu út frá sjálfum mér sko, ef að það var alltaf með fótboltaleikur sem segjum svo bara Manchester Liverpool sem fer 4-3 og ég kíkja á live score og sé, hann fór 4-3. Ég miklu ólíklegri til þess að vilja horfa á hana leik jafnvel þó að hann var fyrir kannski 3 klukkustundum heldur en ég hefði viljað fá hann í beinni. Það eitthvað svona innra með okkur sem við viljum hafa hlutina í beinni. Við viljum að sé að gerast núna og þá alveg þetta líður okkur eins og við séum einhvern veginn með í þessu. Og ég held að þetta sé líka, út af því að þú ert að tala með juices flowing bara hérna einhverju brjálæði. Ég held að þetta hafi líka með þetta að gera sko. Við viljum alltaf vera með allt á hreinu. Ég finn rosalega mikið fyrir þessu á sjálfum mér sko. Þetta alveg rétt og við viljum fylgjast með og viljum átt okkur á hlutum og sjá í gegnum hluti líka, við erum alltaf að greina og við erum að verða, hver og einn að verða einhver algjör þú veist, sérfræðingur með svona náðast eins og töflu upp á vegg sko og þetta er ógeðslega merkilegt, en svo náttúrulega eru líka, þú veist, oft talað um Trump en mér finnst þetta líka af átt við ýmislegt annað, bara eins og þú veist, allt öðruvísi aðili og leikmaður en eins og bara þú veist, þessi umræði umhverfismálum með Gretu Thunberg, bara mér alltaf finnst þetta áhugavert og þú veist, þar eru svona þessi áhrif á vissan hátt líka því að það allt í einu, þú veist, við erum búin að vera með eitthvað umhverfismál, mörg ár við erum að reyna að vinna eitthvað í þessu við erum með einhverja stofnanir og það eitthvað að vera að reyna að græja og gera og eitthvað svona og þetta mætti ganga aðeins betur en það margt búið að vera fínt og þú veist, það eitthvað svona pakki sem til Maður ársins 2019 var held ég hérna ungi krakka með loftslagskvíða. Já, akkurat, en svo einhverjum tímapunkti byrjar síðan bara þessi svona áhrif að koma inn í þessa umhverfisumræðu. Það bara allt í einu, þú veist, nú ætlum við að hlusta á 14 ára gamla sænska stúlku, hún ætla að segja okkur hvers konar ógeð við erum, ógeð sko. Og bara við erum að, þú veist, bara jörðina á örfá ár eftir ef ekkert verið að gert og eitthvað svona og fólk bara, það sem var svo skrítið líka allt batterið, allir stjórnmálamennir, allt fólkið sem átt að vera með, þú veist, skynsemina á hreinu og svona, bara lippaðist niður og tók þessu sko og þú veist, þetta fyrir einhvern veginn að verða allt í einu staðan, þú veist, allt í einu kemur eitthvað svona og tekur yfir og svolítið svona fer einhvern veginn miklu fram úr því að þú veist, það er eins og allir svona málaflokkar hafa eitthvað svona, þú veist, þú ferð svona hratt þú veist, ég veit, þú vildi fara miklu hraðar
en bara ef við ætlum að hafa alla með og þetta svona verði þokkarlega fínt, þú veist, en við erum alveg að fara í áttina og það er margt gott að gerast. Nei. Oh, how dare you. How dare you. Og bara alls konar fólk, einhverjum svona forstjórar, einhverjum stofnunum bara klappaði með og bara nákvæmlega, við erum, þú veist, skilur, það var eitthvað yfir, establishmentið misti svo mikið sjálfströstið og mér fannst einhvern veginn svona hoppa á þessa vagna svolítið. Og ég held að þetta sé ekki gott endilega, þú veist, einhverju getur sagt, er þetta ekki bara flott? Erum við ekki bara fá fólk sem er að, þú veist, keyra okkur áfram? Ég held að þetta sé ekki endilega jákvætt, því að mér finnst þetta búa til svo mikla polariseringu, sko. Það býr til þess að þróun meðal þjóðarinnar þar sem að, þú veist, að verða til fólk á samfélagsmiðlum sem eru, sko, búin að taka upp þennan málstáð, þannig bara, sko, telja sig, sko, töluvert fremri manneskjur og einhvern veginn heldur en þetta fólk sem er ekki að hugsa þetta. Sem er í vinnu. Með bara í vinnu og bara ekki að helga sig þessu. Fattar eitthvað við? Og fyrir vikið einhvern veginn erum við með einhverja umræðu sem er algjörlega komin, þú veist, langt á undan sér, litlum tengslum sem er að gerast, en við erum með, skilur við? Hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem hafa reynst mér vel og eitt af þeim er Happy Hydrate. Happy Hydrate veitir þér öll þau steinefni sem þú nauðsynlega þarft á að halda. Ég var alltaf skeptískur á það hvort það væri gott yfir höfuð að vera að taka einhvers konar viðbótarefni, en eftir að ég byrjaði að nota Happy Hydrate hef ég einfaldlega orðið betri maður. Mér líður betur, kem meira í verk og dagurinn verður einfaldlega betri. Þetta er dagskammtur af C-vítamini, engin gervisykur, dregur úr þreytu, inniheldur nauðsynleg vítamin og bara heilt yfir frábært. Því mæli ég eindregið með því að þið notið Happy Hydrate og skál fyrir því. Við erum alltaf að missa hausinn, sko. Það er svolítið þannig, sko. Ef við hugsaum þetta svona í íþróttasamlingunni, sko, að þú þurfir einhvern veginn að koma þér á einhver stað og það er skynsamlegt að gera eitthvað svona samfélagslega vandamál. Svo kemur bara einhver bilaður einstaklingur sem fær bara rautt í hverjum einasta leik og er bara alltaf að trompast. Okkur finnst bara skynsamlegast að setja hann alltaf inn á. Og við erum svo, þú veist, við gerum þetta í Me Too, við gerum þetta í Black Lives Matter, við gerum þetta í COVID, við gerum þetta í öllum þessum samfélagslegu hreyfingum. Núna skilurðu, Ísrael Gaza líka skilurðu, bara einhvern veginn við missum hausinn og það er, eins og segið, þú veist, og ég hef sagt það nú áður, að ég held að sko versta sem hefur komið fyrir málstað Palestínu er að fólk sem er með 100% track record að hafa rangt fyrir sig síðan sliðin 5 ár, tóku upp þann málstað. Og en ef við förum í kannski eitthvað aðeins auðveldara, ég meina, þú veist, nú var Sigurður Geill með Gísla Freyr að tala þetta njósnamál. Þannig að hann var lögmaður sem að þorði að standa í lappirnar í Me Too og núna er talað Me Too sem bara eitthvað svona afl sem var bara í því fólki að reyna að berjast gegn einhverju viðbjóðslegu kynferðisofbeldi. En það snerist aðalega einhvern veginn að koma inn á vinnustaðina sko, og sagði þú ekki eitthvað fyrir 3 mánuðum á síðustu árshátíð sem hefði getið verið á einhver svona gráu svæði og við alveg mistum hausinn og en hann þorði að standa í lappirnar og ég man bara umræðunar hann og ég meira svo sko, þú veist, og ég setti mjög mikið spurningamerki við Me Too þegar þetta var svona stóð sem hæst og fekk mikla skammir fyrir það, en jafnvel með Sigurður G þá hörði ég bara, það var vondur maður. Þannig að þú veist, við einhvern veginn svona við fylgjum þessu líka sko. Ég er náttúrulega mikið álit á Sigga og því sem hann er að gera og ég er sammála, hann hefur tekið þessi svona seinni tíð að vera svona one-man army í þessu sko, fer inn í þessi mál bara og þetta er verðmætt sko. En ég man einmitt bara, ég held að meira sem einhverjum tímabúti hafi sko dóttir hans. Já, ég var að fara að segja, hún skrifaði einhver Facebook-statur hvað hann var í mondur. Ekki hvað hann var í mondur. Þar væru mín mörk sko, bara svo það sé sagt sko, ef ég væri komið dóttur með, þú veist, þá væri þetta orðið helviti strempið, skal ég viðurkenna. Af því að þetta er líka, þú veist, einmitt, umræðan verður svo hátimbruð og svona charged sko að það lefa sér að vera ósamála eða þú veist og sumir auðvitað að gera eins í því líka sko. Það útheimtið, það er ekki ósamála tökum spjallið sko, það er bara ræðilegt, það er ræðileg mannvonska og þetta er auðvitað, þú veist, þetta er auðvitað það sem þetta er ekki að færa okkur fram held ég held að svona umræður, ég allavega er ekki sammála því þeim sem segja, þetta er í raun og veru bara fínt, þú veist, við erum bara að hraða ferlinu eða eitthvað. Ég held að séum ekki að hraða ferlinu, ég held að séum að gera okkur rosalega óleik með þessu. Ég held að séum að valda okkur vanlíðan, svona dulni vanlíðan sem við föttum ekki alveg. En mér finnst þetta allt fróðlegt, en eins og með þessar bylgjur líka eins og svo að tala Me Too sko, sem að, og maður heldur kannski ekki gleyma því, auðvitað, þú veist, kemur þetta frá ákveðnum stað og þetta er mikilvægt. Þú veist, konur að stíga fram og fara yfir það hvernig umhverfið á
þú veist, þetta kemur náttúrulega í grunninn úr Hollywood ef ég man eftir Me Too og kringum Weinstein eða ekki og svona og ég meina, þú veist, auðvitað er það bara sterkt og frábært og gott að þú veist, konur sé að stíga fram og lýsa einhverjum kúltúr og svona brjóta hann svolítið upp, vonamaður. Það sem að mér hefur bara alltaf fundist verið í þessu og það má segja þetta umhverfismál líka, auðvitað, þú veist, vilja allir styðja umhverfismál. Ég meina, skára að verða það nú, sko. Auðvitað vill maður að sé gott umhverfi hérna á Íslandi og, þú veist, þessi góð loftgæði og whatever, sko. En það sem mér finnst, sko, fattar að, þú veist, það verður svo fljótt til svona, lega mér að segja svona sjarlatannar í svona umræðu sem að taka þetta og breyta þessu mjög hratt í svona, þú veist, skipta fólki í hópa, hérna, þetta er vonda fólkið, þetta er góða fólkið, þessi eru algjörlega, sko, hérna, út á túnni. Ég er bæði og veið síðan að taka mér hérna fyrirlestra í fyrirtæki og það verða einhver svona, koma einhver svona hagsmunir nánast í kringum þetta, fólk sem hefur eiginlega nánast eins og sko, hérna, haga því að halda umræðinni sem skástýri kann ekki alveg eftir stíð í þessu eða fattu hvað við að þegar það er orðið einhver svona tenging við sjálfvæðið, þú veist, þú er meira að gera meira hlustun á hérna hlaðvarpið eða hérna fleira kaupa ykkur að fyrirlestra hjá þér eða fleira hérna followa þig hér og þar eða eitthvað, þú veist, við það að gagnrýnin verði háværari og háværari og hópaskiptingin meira og meiri og einhvern veginn, þú veist, spírallin einhvern veginn svona ríkur upp. Þetta er það sem mér finnst búið að vera svo komu upp í nokkrum af þessum málum og ekki einhvern veginn hafa haft góð áhrif, sko. Nei, og svo eins og ég segi, sko, það er eins og við missum hausinn, sko, sem getur alveg gerst hinum megin líka, sko. Já. Og þú veist, ég meina, en ég er samt alveg sammálaður, ég man þegar ég var hérna, ég er svo sagt, þegar COVID stóð sem hæst, þá fekk ég að freka snemma og ég var alltaf með hérna mótefni. Já. Ég man á einum tímapunkti, sko, þá sat ég með fjölskyldunum minni og sagði við að ég var ekki búinn að bólusetja mig. Þá var það alveg bara, hver djöfull, það ætlar að drepa okkur hérna. Og hérna, en ég man alveg, sko, að þú veist, það er líka, sko, út af því að þetta næri alveg það langt eins og með Sigur G, skilur hann, dóttir hans komin að skrifa um hann, skilur segja hvað hann hefur stórkostlega rámt fyrir sér við einhvern veginn Česlav Miloš hérna talar um þetta í hérna Captive Mind í 4. kafla þar sem hann er að ræða um Alfa sem er einhver svona viðnefni yfir félagann sem hann vill ekki nefna nafn en þá talar hann um sko hvers konar viðhorf það hefur verið í Sovétríkjunum að búa til einn nýja mann það hefur verið rosalega þrýstingur á það að búa til einn nýja mann og einn nýja maður ætti náttúrulega að vera á réttum skoðunum búa til réttu listina skapa réttu samfélagsumgjörðina vera með svona það er, og við náttúrulega teljum okkur alltaf að vera komin svo miklu lengra heldur en allir aðrir en svo þegar maður er að lesa skrif frá 1930, 1950, 1970 ótrúlega keimlíkar umræður sem eru að eiga sér stað sko er varða svona samfélagsmál en við einhvern veginn erum alltaf bara svona horfum baksinspilum, hvað var fólk að spá þannig og einhvern veginn reynust við alveg að vera jafn biluð þegar á reynir sko Þetta er alveg rétt, þetta fer í hringi sko. Ég ætla líka kannski að segja eitt að við erum búin að tala um svona bylgjur sem kom í umræður, þú veist, og þær hafa komið í þessum, hérna, ég vil segja jafnréttismálum eins og Me Too, það hafa komið í umhverfismálum og komið í fleiri málum. Mér finnst núna eitt svolítið fróðlegt og gaman að heyra hvernig þú metur það. Eftir að það varð fyrir svona, ég vil segja kannski 1-2 ár síðan, varð rosalega breyting hérna í umræðum útlendingamál. Og það var svona nánast bara á ekkert löngum tíma eiginlega bara eins og, þú veist, lokið var ekki bara að tekið bara pottinum var bara snúið nánast, sko. Allt í einu einhvern veginn var það sem að var bara nánast ávísun á eitthvað mannorðsmorð, bara ættingjar fara að afneita þeir á samfélagsmiðlum við að segja eitthvað, nánast að norminu í umræðunni. Fattar þú hvað ég við? Það bara, það var eins og einhver svona, eitthvað bara búr í kringum umræðuna hefði bara verið tekið og brotið. Og það fannst mér vera mjög gott og mikilvægt því að mér fannst þessi umræðin sem var og þessi spennutreyja sem hún var í rosalega svona einhvern veginn hamlandi og heftandi og kom í veg fyrir bara að það var einhvern veginn að ræða eitthvað svona eðlilega hluti í þessu en mér finnst svona að mörguleiti líka komin ný bylgja núna þar sem að það er svona að má einhvern veginn segja hvað sem er sko og ég held svona að verkefnið mitt sko fyrir þú veist hérna talandi stéttir og fjölmiðla og allt þetta er líka vera svolítið gagnrýnin í þá áttina núna. Ég held hann að sammála. Ég nefnilega og Binni Clubbed Up ætlar að mynda að koma í hlaðvarp og það sem við ætlum að ræða þessi ummæli hans sko. Ég
náttúrulega hefur verið að vara við þessu út af því að sko það sem hefur verið náttúrulega ótrúlega merkilegt að fylgjast með í íslensku stjórnmálum sérstaklega. Baldur Þórhallsson talaði líka þetta, hann sagði hérna að hann hafi verið að vara við því að Rússar myndi ráðast inn í Úkraínu á sínu tíma, þá var hann bara einhver herskár NATO, hérna blóðþyrstur neokon, skilur hræðilegu mann, hann var bara að segja, ég held sem að þetta sé að fara að gerast. Og það sem mér finnst keimlíkt í því sem er að gerast núna er að það er ekkert sem hefur litað stjórnmálin í Evrópu eins mikið úr útlendingamálin. Samt sem áður hefur þótt, þangað til bara nýlega mínumati, verið hægt að ræða afleidd áhrif af því að þú ert að taka á móti stórum hópum fólks sem er með annars konar menningagildi. Og þetta er bara, eins og segi, þetta er langstærsta málið í Evrópu. Keir Starmer var nú bara að skrifa núna færslu í gær þar sem hann sagði ég úthýsti 24.000 útlendingu sem hafði ekkert að gera hérna í dag og ég er hvergi nærri hættur. Já, þetta er ekki maður sem tók við af Jeremy Corbyn nákvæmlega. Eða hvort það voru nú einhver í millitíðinni Já, nei Ég mani þetta ekki alveg, þetta er meitt þess að þú segir hvað líka sko pendullin fer hratt í þessu sko. Já, og líka bara, þú veist, fólk sem var að tala á allt annan máta, ég meina Keir Starmer var fyrir síðustu kosningar bara með hérna Sadiq Khan bara eitthvað að tala hvað islamafóbía var hræðileg og eitthvað þannig, hann er alveg búinn að taka algjört 180 náttúrulega af nauðsyn út af því að hérna Reform UK er náttúrulega orðin stærsti andstöðu flokkurinn og stærsti flokkurinn á landsvísu í Breitlandi sem hefði þótt óhugsandi fyrir örfáum árum. En ég hef einmitt sko, þú veist, eins og með þessu ummæli Binna, ég held að, og mér finnst þetta skrifast á reikning þeirra sem hafa einmitt í hvert skipti sem að koma upp einhver vandamál sagt að hér er engin vandamál. Þegar að framkvæmdastjóri kvennaathvarfsins kemur í fréttir sama dag og að palestínisk fjölskylda gerist uppvísa því að hafa ofsótt eina af sínum fjölskyldameðlumum langt skeið, að hún segir hérna að þetta er nú ekkert vandamál og þetta er svo sjaldgæft. Og við vitum náttúrulega bara að þegar að er að ræða hóp sem á að þykja vera og er réttilega jaðarhópur, að þá er oft vandamáli miklu stærra undirliggjandi og þetta er eitthvað sem þetta er fólk sem hefur minni bjargráð í það að koma sér í almennar umræður og þannig að slík vandamál er örugglega tíðari heldur en við kannski gerum okkur inn fyrir. Þetta er náttúrulega eitthvað sem hefur gerst í Bretlandi. Nauðgunarmál ungara stúlkna í skipulögum svona grooming gangs skandölum í bara víðsvegar á Bretlandseyjum eru bara eitt stærsta fréttamálið þar. Það að við eigum að gera ráð fyrir því að þetta mun ekki koma til með að leiðast hingað er algjör fásinna og eins og ég var nú að segja þetta við einhvern í gær, ég tel það ólíklegra og ólíklegra að í Evrópu minni finnast farsæl lausn á þessu og ég því miður, Brynjar Níelsson sagði nú að eftir innan 10 ára það myndi vera stríð í Evrópu. Ég hef áhyggjur af því að þetta muni leiða til einhvers konar vonds ástands og þegar það gerist að þá mun það óumflýjanlega leiðast hingað og þess vegna þurfum við að vera vel í stakk búin til þess að takast á við þann vanda. Því ég er að kenna mönnum frá Sýrlandi, Afganistan og Pakistan og öllum þessum ríkjum, Norður Afríku og þessu sem er alltaf til umræðu. Ef við erum illa í stakk búin út af því að við erum búin að vera með hérna Maríu Lilju Kemp í því að segja að bara hér séu engin vandamál, að þá mun þetta skrifast á reikning þeirra, að mínum mati. Já, mér svona, þú segir skrifast á reikning, sko, mér verður náttúrulega að gæta orða sinna líka, mér verður að passa sig hvað ég segja, sko, og ég hlakka til að sjá þáttinn þegar þú færið hérna klöpt upp strákinn, því mér fannst þau ummæli svona sem, þau eru alveg ágætt dæmi um það sem ég var að segja. Men, þú veist, þetta er fljótt að fara rosalega langt í einhverja vonda átt, finnst mér líka. Bara hjartanlega sammála. Og það þarf auðvitað að passa sig á því, en þetta er auðvitað eins og þú segir, það er bara alltaf einmitt, þú veist, til að vera svona bjögun í einhverju umræðu, sko. Það er svona, verður einhver konsensus meðal kannski svona álitsgjafa, fjölmiðla, stjórnmálamanna, það er einhver hluti sem megi ekki segja. Ef þú segir það, þá ertu eiginlega bara að henda þér út á jaðarinn, skalt ekki rekna með að vera endurkjörinn, ekki regna með að vera kallaðar aftur í fjölmiðla. Þú veist, þessi heimur er einhvern veginn á fyndinn hátt ekkert mikið flóknar en þetta. Þú veist, þú ert alltaf sem, þú veist, þú ert alltaf að lesa hvað, hérna, þú veist, hvað er gott að segja, hvað ekki.
þú veist, eiga stjórnmálamenn að vera með mikla sannfæringu og vinna þetta þannig, þetta bara held í raunveruleikin, þú ert alltaf að tíðarandi, það er einhver tíðarandi og einhver málaflokkar sem allt í hennu rjúku upp í umfjöllun og athygli og þú ert að reyna að lesa hvað gott að segja og lengi og allt og lengi alveg rétt var þessi umræða í ykkur í svona herkví og svona, en hún er að losna úr henni og þetta eins og segir, það er hægt að ræða þetta og þá fær maður ýmislegt úr hinni áttinni líka, en mér finnst þetta bara svo áhugavert sem hún segir sko, því að svo eru við eins og sjáðu Íslandi, það var nú að vera að taka tölfræði þetta saman, 18% íslensku þjóðarinnar, nýjasta sem ég sá, er af erlendu bergi brotin og ég meina eins og við höfum oft farið yfir þú veist, þú ferð ekki inn á mörg byggingasvæði eða leikskóla eða veitingastaði eða þú veist, hingað og þangað í bara hagkerfinu eru svona að sjá að það eru raun og útlendingar sem að halda þessum störfum gangandi sko og við verðum auðvitað þú veist að sýna því líka virðingu en það eru þú veist þetta er svo segið, það er náttúrulega einhver frábær lausn í þessu og við fórum fullgeist í þessi mál hér, ef við erum að tala um það hérna og fyrir því ákveðnar ástæður, þú veist, við tókum inn mikinn hóp frá Úkraínu sem ég held að nú verið samstæðum, þú veist, við tókum inn, það kom þessi stóra sending frá Venezuela sem var svolítið furðulegt mál og hefði ekki átt að gerast og svo bara mjög mikið úr þessu almenna kerfi og nú er ég að tala um þess að hælisleitendur sko og ég held við alveg áttað okkur á því að það, þú veist, við vorum bara komin í einhvern level í þessum málaflokki sem við réðum ekkit almennilega við. Jú, við getum kannski tekið á kassan 1-2 ár og klárað okkur af þessu, en partur af þessu er líka það, sko, ef það snýst bara um að taka inn í svona hálfgerðum magni, horfa hann á málaflokki eins og einhvern málaflokk, og þá náttúrulega endar á að fá fólk sem að náði ekki fótfestu í landinu því að það lá svo mikið á að koma öllum inn og þú nærði ekki sko, þú veist, að klára málið. Byrtir hliðar samfélag. Já, og hvert er allir að fara, já, þú veist, förum bara hinga, það er að finna eitthvað ódýra 3 blokkir hér lengst út fyrir, þú veist, eða eitthvað svona, hvert var það í skóla, þangað eitthvað, þú veist, og kannski stórir hópar að koma með stuttum fyrirvara og þú veist, þetta býtir bara núning og einhvern veginn loksins hafði fólk, var hægt að segja það, sko. Já, ég eins og segi, sko, en ég vil samt gera athugasemd við eitt út af því að, sko, þegar við erum að tala um útlendingamálin, þá erum við bara að tala um menningamálin. Þegar að fólk er eins og binnir að segja, og ég, sko, held að það sem er kannski slæmt í þessu líka er að ég held að þetta sé töluvert tíðari skoðun meðal ungra drengja heldur en við kærum okkur að viðurkenna. Og þetta er náttúrulega bara eitthvað sem að eins og... Það er að segja svona andúð á útlendingum. Já, og bara raunverulega andúð. Já. Og ég var nú að hlusta á viðtal hjá Mari Lilju Kemp þar sem hún var meðal annars með leigubílstjóra sem er frá Afganistan og talar mjög góða ensku og hann var þannig að fjalla um það að núna væri hann að hætta sem leigubílstjóri út af því að hann verður fyrir svo rosalega áreiti á ungum drengjum með íslenskir. Og þetta er örugglega líka dulið vandamál sem að við ættum kannski frekar að ræða en sko eina vandamáli í þessu er að sko þegar við erum að tala um útlendingamál og þú segir við erum 18% þjóðarinnar ef þú spyrir Pólverja sem er langstærsti hópur þessa mengis þessi mál að þá eru þeir á miklu harðvíraðri skoðun heldur en nokkuð tíma bara meðal Íslendingurinn og félagi minn sem að býr í Hafnarfirði hann sagði það er fullt af Pólverjum og það er fullt af útlendingum þegar þú talar við Pólverjum um þetta þá eru þeir bara, þú veist, bara when it happens, I'm ready og þeir tala svona og mér finnst það sturlað náttúrulega að hugsa til þess og og þú veist, hann bara sagði bara, ég fyllir bara eyðurnar það hvað þeir meina sko. Sem að maður getur samt ekki einhvern veginn gerð sér í hugulinn nákvæmlega hvað þeir meina en einhvern veginn sko ég held að við séum á töluvert verri stað heldur en kannski kærum okkur að viðurkenna eins og þegar við erum að horfa á það hvað er að gerast til dæmis í dyraverslu sem er vandamál líka og það er eitthvað sem er svona eldfimt að tala um. Já, hvað áttu við með því? Það eru bara erlendur hópar sem eru í rauninni í ákveðnum erjum það að taka við dyraverslu þjónustu og þess vegna sjáum við eins og varum daginn, það er stungu Aros og það er eldfimt mál sem ég er ekki búin að kynna mér eitthvað til hlítar, þegar ég er gamall dyravörður þá spyr ég fólk út í þetta og þeir segja að þetta er mjög eldfimt mál.
En þegar eins og segi, þegar við erum að tala þessi mál, þá erum við að tala menningamálin. Það smá dyravörður í þér. Það smá dyravörður í mér. Þú bara, þegar þú segir þetta bara all makes sense. It ties the room together. En ég eins og segi, ég held að þetta sé menningamál sem að væri hægt að létta á, sem að reyndar sko, Þorbjörn Sigurður að gera núna, með að bara ef að fólk með alþjóðlega vernd eða hérna, jafnvel bara erlendu bergi brotnu, að þá ferðu úr landinu ef þú brýtur aður. Þetta á eftir að létta svakalega á andrúmsloftinu. Ég held líka að það myndi létta á andrúmsloftinu ef að fólk sem að sækja hæli myndi ekki geta sótt bætur út í hið óendanlega, heldur þyrfti að vera komið í vinnu eftir einhvern skamman tíma. Og geti þá náttúrulega skaffa sér hérna tekjum tölvöld meira, en ég menna, svo koma allskyns álitamál það, hvort að fólk myndi koma inn í stórum stíl og hérna ASI myndi verða svona svolítið eftir á varðar hérna það að berjast fyrir kjörum. En ég eftir á móti held að það þyrfti að vera þannig að fólk geti ekki verið að koma hingað að lenda í flugvél og segja, herri, ég vil hæli og ég þarf að sækja bætur. Og ég held að þetta sé miklu meira, þú veist, það menningamálin, það eru bótamálin og það svona þessi með afbrotin, ef einhver fremur, ef einhver kúranískilur kemur hérna og að fremja afbrot, að þá getur hann ekki bara verið hérna út í hið óendanlega, sko. Ég held að þetta sé þessi 3 atriði, ef þetta leyst úr þessu, þá myndum við sjá miklu minna af þessum, eins og segja, ungu drengjum sem eru að haga sem svo fíbl. Já. Við þurfum auðvitað líka samt að taka á þeim, sko, en ég skil hvað mennar. En hérna, eða sem taka þá umræðu líka við þá, sko, en hérna, þessi ungu drengi. En hérna, þetta umlega góði punktar, en það sem náttúrulega gerist núna, sko, aftur við vorum að tala breytingunni í pólitíkinni, að það hérna, var þannig í tíð síðustu ríkisstjórnar, það var náttúrulega verið að kynna þar alls konar mál, dómsmálaráðherrar og aðri, sko, til að hérna reyna að taka á þessum málaflokki. En það var ákveðin flokkur sem að hérna tók það ekki í mál, sem var undir í ríkisstjórninni líka. Og maður sér það núna svona einhvern veginn þegar það samstarfi búið og við tekum Viðreisn sem hefur nú svona hafði allavega á síðasta kjörtímabili mikinn áhuga á að spila sig upp svona, fannst mér svolítið svona woke megin í umræðinni, sko. Sérstaklega í þessum málum. Og í þessum málum og voru alveg hneykslunir í tæri í sjónvarpsfréttum og svona, sko, að það bara engin vandamál og hérna, og Obba, við köllum hana bara Obbu, Obbu og góða vinkona mín, hérna bara að gera rétta hluti þar, bara alltaf hrósa því en ég held nú sé líka að gera hluti sem svo sem kannski var alveg orðið augljóst að þurft að gera. Og hérna, og taka á málum. Þú sér sko eins og bara, þannig búið að rýbranda þetta heiti ekki, þetta átt að heita hérna, þessi búsetu úrræði eða búsetu hérna, stólum við hvað orðið var og hvað núna, loka búsetu úrræði, hérna, og það heitir núna einhver miðstöð fyrir hérna flóttamenn að útleiða eitthvað, ég veit ekki hvað það heitir. Ok, kannski heitir hún eitthvað betra, en þú veist, það var ekki gert mikið meir en að rýbranda þá hugmynd. Þannig að þú veist, hún þótti gríðarlega umdeild. Það að segja að þegar það búið að synja þér hæli, að þá fariru og sért í raun og veru ekki sko einhvern veginn ennþá í hérna þinni búsetu eða eitthvað slíkt, að það hægt að fara á einhvern stað þar sem að lokað búsetúrræði eða hvað það kallast. Sagði ekki Þórður Snær, hann skrifaði pistileldi þetta þegar Guðrún kom með þessa hugmynd, hann tölum bara hreint út, þetta bara fangelsi. Já, og bara fangabúðir held ég að það verið kallað. Já. Þannig að þetta aftur þessi umpólun, þannig að rannsóknarblaðamennir eru stjórnarliða núna, sko. Þannig að þú veist, þetta en aftur, mér finnst þetta bara verið, þú veist, þetta eru bara svona hlutir og ég held að sé frekar, ég veit ekki hvort það sé neitt flokkur á þingi sem verði ósammála. Því ég held að sko Sjálfstæðisflokkur muni styðja þetta, Miðflokkur muni styðja þetta og ég held að Framsókn líka. Þannig að það er bara fínt og það líka, finnst mér verðmætt í því að það séu, þetta málaflokkur sem er mjög gott að sé ekki endilega í konstant umræðu hérna og það sé verið að taka svaka stöðutökur í sikkur áttina. Þú veist, það er mörguleiti mjög heppilegt ef það næst svona meiri samstæðum þetta. Við erum að gera breytingar sem eru eðlilegar og það er alltaf fullt af varnöglum í þessu líka. Ég þekki þetta kerfinu og ágætlega unnið í þessu sem lögmaður og hérna, auðvitað það alltaf einhver ótti, sko, erum við að henda einhverjum á landi sem að kannski brauti eitthvað aðeins af sér hérna heima sem eru þetta ekki gott, en við kannski hendum honum sko bara í rauðan dauðan heima fyrir. Þú veist, það er alltaf hvert og eitt máli skoðað og þú veist, ég held við séum ekki að tala um það. Og við náttúrulega fáum með þessi afbrot hælislenda, þá náttúrulega, ég held að þetta sé út af þessi ekkert sérstaklega útbreytt vandamál, en við fengum bara einn aðila sem náði einhvern veginn eins síns liðs nánast, sko, þessi Kúrani náungi, náði bara eins síns liðs eitthvað þannig að breyta þessar umræðu, sko.
þetta er eitthvað þvílíkt skaðræði að manni sko með að við lýsingarnar með hlýja auglitið já og lýsingarnar makandi einhverjum saur og það er 6 eða 8 lögreglumenn í kringum hann og svo er náttúrulega kostuleg sena þegar hann fer niður í þjóðskrá og fær að breyta nafninu sínu það er bara flott og viljir blandast á íslensku þjóðfélagi, þú veist, maður á ekki að hlæja þessu, þetta er náttúrulega, þú veist, það mál var, þú veist, það er náttúrulega sorglegt mál og hræðilegt mál og bara nágranni minn, Helgi Magnús á Nesinu lenti í þessu, en en það var svolítið eye-opener held ég fyrir marga, hvaða er í raun og vera hægt að spila svona á þetta svolítið, þú veit, fekk hann fangelsisdóm og allt þetta, en þú veist, þarna er maður sem maður kannski sýndi fram að þú veist, það er einhver mörk. Þú veist, þú kemur við bjóðum þér vernd og ok, og þú ert búin að segja okkur þína sög og eitthvað svona, tökum vernd. Það eru mörk á því. Það eru skilyrði sem þú getur gengið yfir og línur sem þú getur gengið yfir. Þá bara, þú verður að taka á því kallið minn þó að þú farir aftur til heimalandsins og það sé erfitt, sko. Já, ég þetta er, sko, mjög áhugavert, sko. Ég líka er búin að reyna að stilla þessu upp og það er mjög gaman að búa til svona leikjafræði módela sem ég reyna skoða hvaða mismunandi ákvarðanir hafa mismunandi í rauninni þriðja aðila og það sem er svolítið áhugavert núna er að ég held sko að við séum á stað þar sem að ég sko tel að ef að þetta frumvarp með lokaða búsetuúrræði mun koma til með að verða veruleika að þá er hætt við því að ef það nær mikill athygli í fjölmiðlum að útlendingaandúð muni koma til með að aukast mikið út af því að eins og þú segir sko, það er engin flokkur að fara að setja þessu móti þessu sem að setur okkur í ótrúlega áhugavert samhengi það hvers konar umræður mun eiga þessi stað út af því að í rauninni leikjafræðilega þá mun sko, miðflokkurinn alltaf þurfa að segja að þetta frumvarp gangi ekki nóg langt og það er aðeins byrjað að glitta í það þegar Bergþór meðan hann segir að þetta frumvarp mun ekki koma til með að sparka Múhameð T.H. Jóhannesinni úr landi og það sem mun gerast held ég að sko, sjálfstæðisflokkurinn mun þurfa að koma til með að elta þá umræðu svolítið og það er engin annar flokkur eins og segir, það er engin málsvari vinstrisinns í þessu Þorgerður Katrín sem að tala það að við ætlum við alveg að fara að gera útlendingamálin að einhverju pólitísku máli sá flokkurinn að fara að leiða það að fara að taka töluvert harðar á þessu þannig að mannúðin að þeirra eigin sögn er einhvern veginn horfin og ég held að ef að þetta nær mikill athygli og nær mikill athygli fjölmiðla að þá mun þetta vera ákveðið signal í átt þeirra sem eru þessir ungu drengir og aðrir sem ég hef verið að ræða að kommentakerfin munu koma til með að tala það að við erum að taka þetta er alltaf slök nálgun stjórnarliða og ég held að sko, eins og þegar maður horfir á þess að breytur spilast að þá held ég að þetta muni koma til með að auka útlendingaandúð ef að þetta verði mikið ef það verður mikið fjallað með þetta í fjölmiðlum Mögulega sko, ég skal ekki segja sko en ég held að þetta sé spurning þú veist, mér finnst líka þegar þeir sem segja sko að það var umræða þú veist, þetta væri allt komið í eitthvað því líka óstjórn og óefni ég setti alltaf aðeins spurningamerki við það, þetta var komið svona að ákveðnum mörkum þú veist, við kláruðum okkur af þessum mikla straumi sem kom hérna í 21, 2, 3 úr svona stærstu árin og við kláruðum okkur alveg af þessu og ég meina við megum líka alveg stundum klappa okkur hans á baki fyrir það þú veist og það er fullt af fólki úti í kerfinu sem gerði alveg algjör kraftaverk svona andlitslaust fólk sem ekki endilega flaggað í eða tala mikið það en bara þú veist kennarar og skólaliðar og fólk sem vinnur hjá sveitafélögum og hér og það sem bara þú veist, hljópa alveg ekstra mílur til að láta hluti ganga en þú gerir það, þú kannski getur ekki keyrt kerfið þannig til lengri tíma litið og við erum að ná utan það og þú veist, ég nú ekki alveg kynnt mér tekkaði ekki á tölun nýlega en þú veist, þetta fjöldin að lækka hratt, þessu ennþá töluverður og ég meina ég held við að reyna að horfa á það að það verði bara lágt þú veist, það er ekkit sérstakt markmið að vera með hælisleitendakerfi sem rosalega umfangsmikið og hverju sinni erum við með 1000 manna bíð eftir einhverju niðurstöðu sem sýnir tölfræðin því miður í langflestum tilvikum úr þessari almennu hæliskerfa umsóknum sko bara 80% nei kannski eða 90% nei. Já, var ekki 90% nei? Ég las það einhvers þar.
Jú, að rugglar aðeins tölfræðan ruggla sem í þessu sko því að svo kom hann þessi stóru hópa frá Úkraínu til dæmis og hann fekk át og já sko, þá fer það inn en það náttúrulega ekki sambærilegt í að það fólk sem að koma af stríðssvæði sko, en þetta svona almenna hæliskerfi sem menn mæti bara einstaklingur hérna og segist vilja hæli og ég hérna frá þessu landi og það er ofsækja mig. Þetta staðið svona 80-90% nei. Og hérna, þetta held ég eitthvað sem við erum bara, og þú veist, þetta umræðan eins og segir í Bretlandi, þetta umræðan í Frakkland, þetta umræðan mjög víða Þýskaland að vera svakar Frakkland líka nínasista marches bara út allt sko og ég meina, ég held við þurfum líka bara að spyrja okkur svona gagnrýni sko, þú veist, að því að hælisleitendakerfi byggir á þessari hugsjón að heimsbyggðin vildi bæta fyrir sín mistök eftir seinni heimsstyrjöldina, þar sem að gyðingar sem voru að flýja ofsóknir fengu ekki viðtöku og sendið tilbaka og við settum upp þetta kerfi í staðinn. Já. Menn hljóta líka stundum að spyrja sig sko, að ferði upphafspunktinn sko, erum við að mæta þeim mistökum, ef við getum orðað þannig, þessum sögulegu mistökum sem þjóðir heimsins gerðu eða Evrópa gerði með þessu. Það er ekki held ég staðan sko. Hlaðvarpið í samstarfi við Ljárdalur.is. Ljárdalur sérhæfir sig í innflutningi á smágröfum og öðrum vinnuvélum og leggur mikið upp úr því að veita fljóta og persónulega þjónustu við hvern og einn. Hvort sem þú ætlar að gera upp sumarhúsið, gera upp garðinn eða hvað eina, þá ferðu á Ljárdalur.is og tryggir þér smágröfu til þess að klára verkið. Ég veit að það eru margir iðnaðarmenn sem hlusta á þetta hlaðvarp og þið farið inn á Ljárdalur.is og látið draum ykkar rætast þið hafið alltaf viljað að eignast litla smágröfu. Ljárdalur.is, kíkið á það, þið verðið ekki fyrir vonbrigðum. Nei, en svo líka bara eins og þú segir, sem eiginlega svona vinklast aðeins inn í það sem vorum að tala áðan með réttrúnaðinn, að þú veist eins og þeirra sem Erla sem ég tók viðtal við fyrir 2-3 árum, þar sem umræðan var náttúrulega allt öðruvísi, þar sem maður var bara mótmanneskja, maður var ekki bara að segja já og amen við öllu, en þá einmitt fór hún sko að tengja saman og hún sagði hérna í kringum 30 þá hafði Útlendingastofnun verið sett á laggirnar reyndar með einhverju öðru nafni, ég man nú ekki alveg hvað var, en þá hafði sem sagt forstjóri þeirra stofnunar sem var ekki forstjóri þá, bara einhver svona ráðandi hafði farið sérst til Þýskalands, SS-sveitinar til þess að kynna sér málin þar og var í einhvern skóla þar og eitthvað og vinklaði það svo inn í já, þar að leiðandi eru þeir sem að vinna hjá Útlendingastofnun í dag eru bara nínasistar og ég var alltaf bara, þú getur ekki tengt þessa punta, skilur, ég vissi reyndar ekkert þessa SS-sveitir eða hvort það gæti ekkert staðfest það, en umræðan hefur verið svo svakalega bara já, það eru náttúrulega nínasistar sem eru að vinna í Útlendingastofnun og svo eru myndbönd af þeim eitthvað og þeir náttúrulega ræðilega vondir sko. Já, ég meina Steinunn Ólína skrifaði pistil sem að fór nú fyrir nokkrum árum fór í mikla dreifingu bara að það væri ekkit ósvipað að mæti vinnunni í Útlendingastofnun og að mæti í vinnuna hjá nasistunum á sínum tíma, þetta væri svipað og aftur sko eitthvað sem að, þú veist, við hlægjum að þessu núna þessi pistil fór bara alveg hörku dreifingu sko og ég meina þetta er náttúrulega svo ótrúlega umræða á hvernig til dæmis svo er fólk eins og þeir að vera að taka þetta fyrir á RÚV í krakkaskaupinu sko, það er bara standard, það er bara fast leikatriði í áramótasköpunu og krakkaskaupinu eru 1-2 svona atriði þar sem að Útlendingastofnun er máluð svona einmitt í þessum litum, ég segi nú kannski ekki að sé alveg fara í nasistalíkinguna en svona nálægt í þessi einhver mannvonskustofnun og það var einhver atriði einhverja konu sem var dóttir forstjórans eða mann ekki alveg hvernig atriði var mannst eftir þessu, þetta var alveg svona það var ruglan en það er þessi sko þetta er í grunninn afskaplega lítill hópur svona, þetta gáfaða vinstra fólk sem er vissulega gáfað og miklum hæfileikum gætt hefur rosalegt dagskrárvald mikil ítök inn á RÚV og í fjölmiðlum bara almennt og hefur tekið þetta mál einhvern veginn svolítið á þessum nótum og ég held að þú veist við verðum og ég meina eitt dæmi var þessi fræga sena í Gíslamartinni þegar Hallgrímur Helgason spurði hvort með mér hrætti við enchiladas sko og þú veist og svona verður klappað og eitthvað og þú veist þetta verður svo skrítin umræða og þetta er svo kemur svo langt frá og þetta er svo ósangjart að leyfa sér að tala svona þetta fólk, ég unnið í þessu kerfi og ég meina, ég mann sko, þessi mál eru unnin auðvitað að finna eitt og eitt mál þar sem að hefur ekki verið gætt nógu vel að hinn og þessu eða eitthvað það er bara mörg þúsundir manna búin að koma þetta inn og fá bara gríðarlega góða þjónustu og þetta fólk sem vinnur hvort sem það er hjá kærunefndin eða Útlendingastofnun eða lögreglu eða eitthvað svona eða sveitafélagunum, þú veist, það mætir fólki sko
það er að reyna að hjálpa þeim. Þú veist, hvað get ég gert fyrir þig? Getum við, þú veist, gert þetta svona og svona? Og fólk sem jafnvel samt sko einhvern veginn því miður að segja það í langflestum tilvikum alveg augljóslega að fara að vera bara í nokkra mánuði og fá neitun. En það samt, þú veist, öllum mætt, fólki mætt mikilli virðingu, tekið vel á þeim og mótið þeim og reynda hafa þennan tíma sem þið eru hér sem bestan. Fólk átt að koma með börn með sér. Spáði hvað þetta vandasamt. Koma með útlenskt barn inn í grunnskóla, kannski í einhverju litlum bæ. Þú veist, fólk sem jafnvel ekki, sjálfsögðu ekki íslensku talandi, eiginlega ekki ensku talandi heldur. Og þú veist, spáði bara, skilur vinnunni í kringum þetta. Þetta hefur allt verið gert undir þessum söng, sko. Og þetta er alveg ömurlegt, sko. Já, en svo eftir á móti, þú veist, eins og miðað við þessar forsendur sem að þú ert að nefna hérna, þá náttúrulega gengur þetta ekki klaklaust fyrir sig, út af því það var ein stelpa hérna sem var í Breiðholtsskóla sem að ég var að taka viðtal við og hún sagði að hún hafi bannað foreldrum sínum að setja bróður sinni í Breiðholtsskóla, einfaldlega út af því að það voru 12 tungumál og enginn að mennska. Nei. Og og þá svo bara einn kennari og sérkennarinn kom kannski 2-3 klukkustundir á dag, en tíminn fór í það að vera að kenna eða þú veist verið einhverju aðhlynningu allt einhvern veginn og þar af leiðandi hafi hún ekki fengið neina menntun og hún hafi ekki gert sér grein fyrir því fyrir hún var komin í menntaskóla þar sem hún stóð töluvert aftar heldur en allir nemendurnir þrátt fyrir það að einkunnir hennar hafi ekki sýnt fram á það. Nei. En en út af því að þetta Breiðholt, þú veist, ég ætla nú ekki að þykjast hafa mikla þekkingu á því eða eitthvað það mikið vitrænt að segja, þetta er náttúrulega bara alveg hræðilegt ástand þarna greinilega. Já, og svakalega svona tekur á að heyra þessar sögur, sko. Mér skilst þetta hafi skánað, og það sé búið að dreifa þeim eða koma þeim úr landi, einhverjum af þessum málum. Ég bara þekki það ekki nægilega vel samt, en maður hefur heyrt það svona útlunda sér. En í sambandi við, hagsmuni og annað, Snorri Másson fór upp í pontu og sagði að þetta kerfi væri aðalega þannig úr garði gert að það væri fólk sem að væri að mála sig upp sem góðar manneskjur og væri að taka að sér þessi mál sem lögmenn og hefðu hagsmun af því að vera að maka krókinn í því að vera að taka að sér þessi mál. Þú þekkir þessi mál, þú ert lögmaður. Já. Einn svona softball hérna? Já, einn softball. Ég ætla nú kannski ekki alveg að taka undir þetta, en ég þekki alveg aðeins hvernig svona, þú veist, hvaða lögmenn í þessu og svona, staðreyndin er nú svo að þetta er nú ekki svona stærstu, hvernig maður orðað, ef þú ætlar að setja peningagleraugun á þetta er nú ekki kannski stærstu pottarnir þarna. Nei. Ef þú sér hefur í þessu og ert með mörg mál og svona, þetta getur eflust gert úr þessu einhvern rekstur, við erum ekki að tala eitthvað mikið hærri fjárhæðir en það. Þetta er svolítið umræða að utan hins vegar líka, ég sé talandi Bretland, Keir Starmer og hann Rishi Sunak sem var forsætisráðherra áður, þar hefur verið mikið talað þetta er bara, ég held að þeir hafi báðir kommentað á þetta sé eitthvað sem þeir alltaf skeru perur gegn svona lögmenn sem að það verðist vera að þeir sé að það sé verið að bjóða, það sé einhver dæmi það sé verið að bjóða hælisleitendum, borgaðu mér, þú veist, hælisleitendin er búin að borga einu sinni í heimalandi $10,000, það er ekkert óalgengt, fyrir svona einhverjum hóp eða einhverju batteríi sem að teknar upp fyrir ferðina. Bara með alla virðiskeðuna eins og fyrst ekki. Svo er verið að bæta við þarna, kannski einhverju svona greiðslu, þá segir lögmann og þá get ég garantera ég, þú veist, tryggi þetta og þetta og ég kann á þetta og þetta eða ég hef einhver tengsl í þetta og þetta. Það er svakalegt. Það er svakalegt. Ég ætla ekki að þykjast einhver sérfræðingur, ég sé þessar fréttir og það er svona greinlega einhver dæmi þetta, og nú tala Bretland, svo það sé á hreinu. Ég ætla nú bara að leyfa mér að fullyrða, ég held að þetta sé ekki staðan hér eða ef það er einhver svona dæmi þá eru þau afskaplega eitthvað sjálfgæf og það er nú eins og með mín ágætu stétt, þú veist, það er auðvitað einhver rótin epli allstaðar, skilurðu, en ég held að þetta sé ekki eitthvað sem hefur verið að stunda, en staðreyndin er svo, þú veist, þú kemur og sækir hæli, þá er þið skipaður það sem kallast talsmaður og hann er hjá Útlendingastofnun og hann er hjá kærunefnd og það er einhver þóknun fyrir þetta er nú ekki stórar fjárhæðir og þetta er alveg vinna á bakvið þetta, einhverjir fara áfram með sín mál, reyna að fara með það fyrir dóm
þar getur þú fengið gjafsókn, þú getur mögulega unnimálið, fara eitthvað málskostnað frá ríkinu, það þarf, þú veist, mikið að vera að í afgreiðslu málsins til að það eigi við, það ekki mörg dæmi þetta, þannig að það nú svona, ég held að þetta sé nú ekki kannski stóru örarnir, sko. Nei, en þetta er svo, en svo kannski koma aftur að RÚV, sko, það er svo áhugavert, og þú nefndir RÚV mitt, sko, og væri svona ákveðni línu og mér finnst það svo sérstaklega galið, eða verið að mitt í krakkarúfinu. Krakkarúf bara mest vók þáttur landsins. Já, ég veit það. En ég horfi ekki alltaf á þetta, sko, en mest í hvert skipti sem maður horfið á þetta, þá var maður bara, Jesús. Já, þetta er saman með mér, ég horfið nú ekki reglulega á þetta og þetta er maður bara alhæfa aðeins. En alltaf þegar þetta verið í gangi, þá er svona, svona svelgist á kaffinu, það er verið að tala sko hvað maðurinn sé nú mikill skaðvaldur í umhverfinu og hvers konar, þú veist, eitthvað þetta sé og þetta er kannski eitthvað fólk í búningum sko með, þú veist, eitthvað flugu eða eitthvað og þetta er svona sérstakt sko. Svo skiljum við ekki á hverju allir eru með kvíða og eitthvað, bara alveg merkilegt, við látum við hafa spjaldtölvu og síma og segjum þeim að jörðin sé að farast. Já, jörðin er að farast, það er þeim að kenna og það er nasistar í útlendingastofnun. Það er mömmu og pappa að kenna, sko. Mömmu og pappa að kenna. Nei, þetta er skrítin skilabóð, sko. Ég ætla að segja, sko, ég gerði brandari, ég fór í lestina þannig daginn, þar sem ég var í viðtali, sem á að vera, held ég, þáttaserja hlaðastjórnendur og þar fer ég inn og ég sendi í Instagram í djóki sko það er starfsmannaviðtal eins og ég sé að fara að sækja hjá RÚV og öll náttúrulega, þú veist, mjög mörgum sem þetta mjög fyndið, sumir held ég var ekki grínast bara ertu í alvörun að fara að vinna hjá RÚV og það er einn maður sem ég tek mikið marka á sem að sagði sko, já, þetta er mjög fyndið og mjög galið og hann sagði, þú veist, ertu í alvörun að fara að sækja hjá RÚV hann sagði svo, af hverju er það svona galið og þú myndir sækja hjá RÚV og ég fór að hugsa þetta, mér finnst það að vera mjög áhugaverður punktur út af því að okkur myndi ekki þykja það áhugavert ef það væri einhver segjum Björn Þorláksson hjá Samstöðinni sem myndi fara að vinna á RÚV eða einhver sem er svona verulega vinstrisinnaður og nú er ekkert að segja endilega að RÚV sé eitthvað svakalega vinstrisinna batteri en aftur á móti, þá er það svolítið skrítið að ef að ég myndi hugsanlega fara sækjum stöðu hjá RÚV að þá held ég að sko bæði mér myndi finnast það fjarstæðukennt ég held að öllum innan inni myndi líka finnast það fjarstæðukennt og þá þarf maður svona veldur maður fyrir sig bara af hverju er það? Já, RÚV er náttúrulega, þú veist, svo er RÚV náttúrulega margir hlutir sko og mikið af fólki sem vinnur þar er bara topp fréttafólk og fagfólk og allt þetta sko það er þessi, eins og segir, svona verið einhver ákveðin slíkja og og maður kann ekki einhvern veginn að rekja það nákvæmlega en þú veist það verður einhver smá kúltúr og hann hefur verið þú veist það sem mér hefur fundist bara áberandi mér hefur fundist þessi svona hvernig maður á svona þessi mál og þessi sjónarmið sem við höfum verið að ræða það koma svona einhverjir það koma fram svona einhverjir aðilar sem að er að mæla fyrir mjög hröðum breytingum í þjóðfélaginu sko þú veist, RÚV hefur svolítið verið gjarnt á að pikka þetta upp sko. Man þegar kollegiðin í hlaðvarpsbransanum Edda Falag var sem hæst sko, eða sem hennar stjarnar sem hæst sko, þú veist, alveg bara reglulega fengin upp á RÚV sko bara til að segja okkur hvað okkur þetta finnast einhver mál. Ég man, svo er bara því við erum að hlæja þessu líka sko, einhvern tíma var sem sagt það var nú alveg svona til að þegar maður sá það sko, ok, wow, hvert erum við komin það er einhver kona steg fram og sagði sko 1960 eitthvað, þá áreitti Bob Dylan mig kynferðislega. Já. Það var fyrir nokkrum árum og maður bara þú veist, ok, maður að fara að prikka þær plötur út úr þannig að þú veist, en þá var einmitt þetta Falag fengin bara í Kastljós til að úrskurða þetta og hennar niðurstaða var alveg skýr, það væri mjög særandi núna að fara að hlusta Bob Dylan sko og fattar þú hvað við, það er svona stundum verið að gefa mikið plattform svona einhverjum, þú veist, þessum svona, hvað maður á nákvæmlega orða þetta, þessum aðilum sko og og þetta er svona, mér finnst RÚV hafa í raun og veru gefið smá höggstað á sér með þessu stundum og ég eins og segir, akkur er ekki kannski aðeins meira galleri að fólki þarna? Já. Akkur er það ekki, auðvitað innan einhverja marka á ramma og eitthvað svona sko, en
en þú veist, og það er líka svona virðist vera svolítið þessi, einmitt eins og vorum að tala það er áramótaskaupið og það er krakkaskaupið og útlendingastofnun kölluð nasistar og þetta er bara brandari sem er tekið, hann þykir svo fyndinn, sko, hann er bara tekið 3-4 ár í röð, að virðist einhvern veginn engin, sko, það virðist ekki kalla á neginn viðbröð innan hús, það er svo þessu sé hampað og fagnað jafnvel, það þykir bara sniðugt, sko. Þannig að þú veist, það er svona eins og að sé einhver smá svona bæjas í þessu og svo náttúrulega RÚV sko annað, þegar ég fór inn á þing núna daginn þá ákvaði ég að þá fær maður svona, eftir ekki með einhverja fyrirspurnir og ég setti inn 2 fyrirspurnir og atriði sem mjög áhugavert og það tengist RÚV og fjölmiðlum sem er bara hvað í raun og veru búið að setja í RÚV bara ef þú ferð vist langt aftur sko og frá hruni þessi tala nálgast sko 100 milljarða sem að, þú veist, þannig að þetta er svakalega svona fjárfrekt batteri og svona, það er alveg spurning einhvern veginn hvernig þessi nýting á þessum peningum sko, kostar þetta svona mikið, þú veist, er þetta að gera þetta einhvern veginn öðruvísi, mér fannst líka svolítið áhugavert annað, ég hafði líka fyrirspurning það hvað eru þessir fjölmiðla styrkir háir, það er komið upp einhverja 2 milljarða á nokkrum árum. Ég var líka að spyrja hvað eru styrkir til stjórnmálaflokkarnir háir og ég var aðeins að þessu sko því að mér finnst ein pæling líka í þessu að sem er það hvað ríkið eru að halda uppi stórum hluta fjölmiðla, stórum hluta stjórnmálaflokka, eða ekkert stórum hluta, bara stjórnmálaflokkum öllu leiti og sko hvað er eiginlega eftir sko, þú veist, þetta er bæðir frólægt að velta þessu fyrir sig því að stjórnmálaflokkar og fjölmiðlar eru vissulega svona eiga að vera svona, þú veist, sikkur hluturinn, en það er rosalegt samlífi þannig á milli líka. Það veitu það allir. Mjög margir þeir sem fara í stjórnmál voru áður í fjölmiðlum og margir þeir sem hætta í stjórnmálum fara yfir í fjölmiðla og svo framvegis. Þekkjast innbyrðis. Þetta er svona vistkerfi svolítið, sko. Mér fannst það líka svolítið fróðleg pæling og ef að ríkið er í raun og veru orðið svona svakalega dominerandi í fjárframlögum í þetta sem að við hljótum öll getur verið sammála að eiga vera dálítið, þú veist, þetta er verið svolítið svona frjálsir og sjálfstæðir aðilar, skilur hvað ég við, þú veist, það er svona, þú veist, það er það fyrsta sem ég myndi hugsa ef ég væri bara beðin að teikna upp eitthvað þjóðfélag og hvernig þetta ætti að vera. Ég myndi svona, já, við séum með, þú veist, sjálfstæða fjölmiðla. Ok, þetta er einhver umræðum það ef þeir eru háðir einhverjum peningamönnum út í bæri eða ekki sjálfstæðir. Það er alveg líka þannig að ríkinu. Ríkið hlýtur að vera sá aðili og í opinbera sem þú hefur mest aðhald með. Það bara hlýtur að vera þannig. Bara allar stofnanir og allt valdið sem hefur opinbera hefur hlýtur að vera svona þinn svona primary punktur, skilur að hafa aðhald með og fylgjast með og vera gagnrýninn á. Og sama í raun og alveg við flokkana líka, sko. Og þetta er það fyrirkomlega orðið rosalega svona skrítið og maður sér núna þegar þetta styrkjamál kom upp með flokk fólksins hvað þetta er nú allt eitthvað óheppilegt, skilur. Hvað þetta er eitthvað svo fara menn átt að segja, já það vantaði öll eyðublöðin og það var ekki búið að klára þetta og allt sem þessi stjórnmálamenn sjálfir sko eru búin að setja í lög og reglur að ef eitthvað fyrirtæki út í bæ gleymir þessu sko þá er það nú sektir og jafnvel fangelsisvist sko í vissum tilvikum. Það er allt í góðu þegar stjórnmálaflokkarnir glemdu þessu sko og úrskurða einhvern veginn sjálfa sig og hver á úrskurðun, þetta var ekkert mál. Klaufalegt. Það var bara, óheppilegt sko, vantaði leiðbeiningaskyldu hverra? Já, okkar sjálfura sko, við glemdum að leiðbeina okkur sjálfum sko. Mér finnst þetta líka sko, það sem ég hugsa ótrúlega mikið þegar þú ert að fara með þessa ræðu sko, er það sem við vorum að tala áðan í sambandi við nýjan verðmiða. Eins og með RÚV, mér finnst að vera ákveðin birtingarmynd sko, þeir eru náttúrulega verðtryggðir og ef þeir bæta í auglýsingatekjurnar þá er það náttúrulega nýji verðmiðinn sko, hvað kostar RÚV? Það er bara hversu mikið við græðum sko. Og þetta er svolítið einkennilegt viðhorfið mitt hins opinbera sko, til fjármagns, er að nýji verðmiðinn er hæsta upphæð sem að við náðum, sem er oftast á síðasta ári. Og þar alveg endi bara, og það var aldrei sett spurningamerki sko. Já, einmitt, og akkurat, þetta er svona sem við vorum að ræða, það er mjög sjálfgeft að stofnanir skali niður í framlögum, það þekkist ekki. Þannig að mér fannst þetta svona, þú veist, maður veltir líka fyrir sér, ég meina, þetta er ekki smá, þegar þú tekur þetta allt saman, þetta er alveg svolítið fjárhæðir. Og maður fyrir að velta fyrir sér, erum við, þú veist, getum við ekki hugsað þetta aðeins öðruvísi, eins og þetta fjölmiðlamál, þú veist, með þennan risa sem er RÚV, tekur svakalega mikið til sína peningum. Og svo einhvern veginn til þess að þegar það var orðið svo ósanngjarnt sko,
hver var lausnin? Það var ekki að taka og heldur búa til nýtt styrkjakerfi fyrir frjálsu fjölmiðlana sem mér finnst þetta, þú veist, þetta er svo, skilur, við erum að plástra kerfið með einhvern veginn meir og meiru, sko. Og og ég meina að það eru bara líka talsverða fjárhæðir þar, þó að vísu sé hálfgerður dropi í hafið við hliðina á RÚV, sko. Já, og ég meina náttúrulega alvarlegast í þessu að mínum að þetta eins og þú segir, sko, og bentir á aðan þegar Sigurjón Þórðarson kemur og segir ef að þið eru að fara að stíga þessa línu, sko, á veit ég ekkert hvað verður peningana, sko. Nei. Svo einmitt kemur Logi í rauninni í tímalínu sem er svolítið einkennileg þegar að öll eru á botninn hvolft þó svo að hann segi við Stefáninni spursmálum að þetta hafi bara ekkert með þetta að gera og þetta hafi alltaf verið planið. Tímalínan er stórkostlega einkennileg, svo ekki sem meira sagt. Að þetta náttúrulega skapar og þá hugsa maður líka sko út af því að þeir segjast þarna ætla slá á puttana á MBL og samhliða Vísi líka. Að ég velti fyrir mér sko hversu mikill er slagkrafturinn í rauninni þegar það kemur að RÚV. Og ég var nú að ræða við blaðamann daginn og hann var að segja sko að það var svolítið sérkennilegt einhvern veginn sko það er aldrei neinn of vinstri sinnar á RÚV. Nei. En fólk verður, skilur, ef það er eitthvað örlítið mið hægri þá er hann of hægri sinnar á RÚV sko. Það er látið í ljós. En mér finnst það eins og segið að þetta er svo vond þróun að þegar þetta er á að vera aðhald, komið á ríkispennan og ef að þú ferð eitthvað neginn að stíga út fyrir þitt valdsviða þá ertu komin af ríkispennanum. Svo er kannski ein pæling líka til að hugsa flokk fólksins sko, hvernig hann svona harmonerar inn í þessa sinfoníu stjórnmálan allra sko, að kannski eru þau bara svona aðeins filterslausari en hinni flokkarnir. Og Sigurjón kannski hefur bara sagt, því hann er bara þannig, hann lætur allt flakka, hann hefur ekki bara sagt það sem að aðrir bara lefa sér að hugsa meira sko, ef það er hvað við, að þetta bara kemur bara hraðar og svona, þú veist, og en bara það er og út af fyrir sig sko, ef þetta hefur verið með öfugum formerkjum, ef einhver, þú veist, úr sjálfstæðisflokknum, ég ætla ekki að fara að taka eitthvað dæmi til að líkja, við finnum einhvern Sigurjón Þórðarson í sjálfstæðisflokknum, einhver sjálfstæðisflokknum eða segjum miðflokknum eða eitthvað hefði Jón Gunnarsson, tala heimildina. Hefði bara sagt, nú tökum við heimildina af fjárframlögum. Spáðu í havaríinu sko. Það væri bara, við hefum bara ekkert komist lengra sem samfélag, bara í marga mánuði örugglega, það væri svo læti yfir þessu sko. Þannig að þetta er líka svolítið það er það sem ég segja, mér finnst þessi umpólun ótrúlega áhugaverð þessa mundir, hvað hattarnir eru öðruvísi og það má orðið segja og svona gefa í skinn hluti og bara beint út halda þeim fram sem að hefði þótt algjörlega fráleitir áður fyrr. Já, og bara fyrir ekki svo löngu sko, og eins og segið þetta náttúrulega eins og gerði svolítið í Sovétríkjunum með þessi hugmyndum hinn nýja mann sem að væri fullkominn, sem að hefði enga breyskleika, var réttur skoðunum, hagaði sér þann máta. Þetta er svolítið að falla á mér, þú veist, ég ætla ekki að líka okkur við Sovétríkin, en mér finnst þetta alveg hugsunarhátturinn hafa verið pínu þannig. Núna er þetta svolítið að falla, en rosalegur svona, hvað ég var að segja, kraftur að reyna að beina okkur í þá átt einhvern veginn að sko, stjórnmálamenn eiga ekki að fara eftir þjóðarviljanum, heldur einhvern veginn að móta þjóðarviljan. Núna held ég að þetta sé síminna hægt. Ég held að sé miklu minni eftirspurn eftir slíku stjórnmálum og þar alveg gekk flokki fólksins líka svolítið vel í síðustu kosningum út af því að þau voru nákvæmlega eins og þau eru reynda núna í ríkisstjórn fyrir kosningar. Ég held að sé meiri eftirspurn eftir þessu. En ég held að sko ef ég væri með einhver svona ráð til stjórnmálamanna er svona að reyna kannski að hugsa aðeins víðar heldur en út fyrir sitt svona nærumhverfi. Þegar það er mjög mikil ólga í samfélaginu er varðallumis útlendingamála sérstaklega. Ég held að við séum töluvert nær þeim svona evrópskum hugarheim heldur en við kannski gerum okkur almennt séð grein fyrir sko. Já. Þetta eru góði punktar sko, ég held að þetta sé mitt svona áhugavert sem þú segir með flokk fólksins líka sko og hvað hvaðan þeirra fylgi kom síðast, ég hef svolítið spurt með því, minnst það svolítið áhugavert sko og maður er svona tilfinningunni að gamlir VG kjósendur hafi í miklum mæli fylgst yfir, einhver liti Pírata fylgi held ég líka og mögulega ég vil eitthvað aðeins af hægri vagnum sko. En það var það sem að þeir einhvern veginn hittu á, var það, fannst mér síðast, var það að þeir tala bara hreint út. Það er engir pólitískir fyrirvarir í öllu eða eitthvað svona stofnana lingó. Það bara,
töluðu bara peningamál, kjaramál, bara hagsmunamál fólks, skilurðu. Ef þú ert hérna í þessari stöðu, áttu að þykja bætur eitthvað slíkt, við ætlum að hækka þessar bætur svona mikið. Og þú veist, og þetta er bara eitthvað sem fólk bara var að meta, sko. Og hérna, á meðan að hérna hinir svona, ef við segja, hefðbundum vinstriflokkarnir, VG, Samfylkingin var svolítið farin þaðan, Píratar voru svolítið komnir þarna, sósíalistar, hérna, allt of þröngur, hérna, allt of þröng nálgun, hérna, föst í þessum hérna, vókmálum einhvern veginn og voru einhvern veginn svona að keppa, það sem mann svolítið svona, kannski einhverja 1000 kjósendur eða hvað, skilur, það svona allra vandaðasta fólkið, sko, það var svolítið verið að baráttan þau í atkvæði, en ekki stóra massan einhvern veginn, sko. Og hérna, og flokkur, og þú veist, það verður alveg að gefa þeim það að þetta var mjög vel spiluð kosningabarátta. Þeir algjörlega, hérna, unnu þennan svona væng stjórnmálana, sko. Já, flokkur fólksins vann hjarta okkar allra. Já. Það sem ég tek út úr þessu. Það er bara þannig, þetta verður fyrirsögnin. Þetta verður fyrirsögnin. Herðu, Árni, þetta var í lengra lagi. Já. Ég vona og sett ekki sár, ég glemdi að spyrja þér enda hversu mikið tíma þú hafðir. Já, ég var nú í seinni skipunum sjálfur, þannig að við erum bara flottir. Takk aðeinslega fyrir að koma og þangað til næst. Takk fyrir mig.